og svo svona 2024 ég bara vaknaði bara, ég veist ekki hver ég var ég bara ekki með þessi típisku einkenni, ég var ekki í hitakófi eða eitthvað svona, ég var bara óslega leið. Herru, fyrsti þáttur eftir sumarfrí ekki það að við tókum ekkert rosalega langt sumarfrí, ég var bara ein vika Heilvika þáttarlega séð Við vorum líka duglegar, vorum búin að vinna okkur í haginn heldur betur, vorum öflugar fyrir sumarfrí En við greinilega, ég veit ekki, fengum nóg okkur annari af því að ég er ekki búin að sjá þig bara í allt sumar, nema þetta í fyrir dag þegar við rákumst okkur aðra Skulum ekki fara nánar út í það Ég er bara búin að vera eiginlega, ég ætlaði að fara að sæti í langa helgi útilegu og ég endaði með að vera í tæpar 3 vikur Nei, sko, ég er ekki að grínast þetta er bara útilegan sem aldrei endaði ég var bara og ekkert planað, sko Þetta var geðveikt og líka allir í einhverju volaði hérna heima og þú varst bara alltaf sólamegin. Alltaf sólamegin. Við veltum náttúrulega alveg pínuveðrið en voru líka alveg heppin. Og hvað, fóruðu bara af stað og ætluðu að vera eina helgi? Já. En komið svo bara ekkert heim fyrir hvað mánuði seinna eða eitthvað? Líka við? Já, ég komið alveg tvisa við í bænum og þú veist bara fylla byrðir, setja smá þvottavél og eitthvað svona en já, það var alltaf bara let's go aftur. Vá, respect. Já, takk. Og var þetta ekki ég er mjög stolt af mér af því ég er ekkert eitthvað crazy útilegu kona, sko. En það hjálpar að vera með hjólhýsi og svona góðan aðbúnað og svo var ég bara að upplega núna því að núna eru krakkarnir mínir orðnir svona stálpaðari. Ég þurfti ekki að hafa neitt fyrir börnunum mínum. Þetta var bara besta sumarfrí sem ég fengið. Jaha. Já, þau bara leiðuvöknu, fóru þau bara út að leika og vorum alltaf með, þú veist, einhverjum öðrum börnum hana og svo bara þurfti ég að muna að grilla pilsu og bara komum helst í háttun fyrir miðnætti, sko. Vá, þannig að þetta var alveg mögulega þá kannski ástæðan fyrir okkur voru lengur. Þetta var bara, þú veist, ég fekk actually bara frí. Já. Geðveikt næst, það fengu allir frí. Ég svo að Nonni var að lifa sínu besta lífi þarna. Nonni náttúrulega, hann er alltaf bara maður bara á svæðinu, sko. Hann var bara því útilegu king hann, sko, í öllum aðstæðum. Já, hann er útilegu maður, sko. Við ætlum að taka æðbútar eftir. Og fyrir þessi veit ekki, þá er Nonni hundur. Já, ég bara gerir ráð fyrir allir vissi það. Fyrir veit ekki hver Nonni er, sko. Já, hann er geggjaður. En þú fórst til Tenni? Ég fór til Tenni. Ég flúði þetta veður hérna. Ég er ekki mikil útilegu típa. Nei. En þannig að ég fór með stelpunar eiginlega bara sem við skyndi ákvörðin við bókuðum þetta bara með tókuðu þið svona hopp? Nei, ekki beint hopp en þannig að ég var alveg búin að vera að hugsa þetta og skoða þetta lengi svona, ég var búin að vera refresha, sko ég var bara alltaf bara plusverðir, heimsverðir úr rútsínu örglega svo 90% Íslendinga á sama tíma ég líka og svo var ég komin að því að ég var einhvern veginn að reyna að púsla sig kringum öll þessi fótboltamót og allt sem er í gangi og svona svo var ein ferð sem ég var að horfa á bara, veist, ég fyrsta skipta ævin að kaupa bara pakkaferð og einn daginn það fór ég inn á og þá var þetta búið að droppa í verði alveg 70 eða eitthvað og ég bara 2 mínútur seinna var bara búin að bóka ég bara þetta var merkið mitt from the universe bara ég átti að gera þetta var meant to be Akkurat, svo bara girl math ok, ég er búin að græða svona mikið Ég bara, hvað ég gerir fyrir 70 skall ég sparaði þarna á þessu Engar ágjörð því sko, honum var vel eitt hann átti Já, þetta var alveg bara æðisleg ferð og segja sama stelpunum mínu náttúrulega orðnar það stórar að þetta er ekki, þú veist við erum bara meira svona njóta saman og þetta er líka alveg svona hvíld en þarna, já bara geggjað sumar og sumarfrí við þarna vorum að koma hverju nýri íbúð og fórum í sumarbústað og bara einhvern veginn aðeins að slaka á eftir allt sem á undan er gengið En líður þau ekki núna er svona skólinn að byrja haustur að koma, mér líður alltaf þessu áramót Já, mér líka Fyrir mér er bara svona, nú er bara komið svona shift og ég er alltaf innu, byrja skrifa aftur í dagbók og svona byrja að skipuleggja með þess og ég byrja að finna svona fiðring svona allt er fyrir gang Þetta er svona meiri hausti fyrir mér er svona meiri tíma þess að maður er að setja sér markmið og svona á svona einhvern svona ekki beint tímamótum en svona hvað ætla ég að gera núna á þessu ári sem er framöndan meira heldur en svona áramóti finnst mér ég sammála og ég einhvern veginn nota þetta alltaf sem svona tíman til að taka heimili einhvern veginn gegn og skipuleggja og eitthvað, ég elska þetta sko en á sama tíma þá er ég alltaf svona pínuleið eftir verslunarhelgina af því að þá finnst mér bara sumar að vera búið Rétt. En samt er þetta svo erfiður tími á milli veist, þessi tími, þegar allir eru bara farnir að vinna allt komið í ganga okkar en þessi börn, þau eru bara sjálf alla, einhvern veginn, þú veist, ekkert
að frétta. Nei. Þannig að þetta svona skrítið tími, sko. Ég elska BMX Bros strákana og bara allt sem þeir standa fyrir og sáum með 2 daga BMX Bros hjólanámskeið. Ok, 2 dagar námskeið, það geðveikt. Og bara bara bæði börnum mín eru þar núna. Í alvörunni? Já. Ok, það enda geggjað, sko. Þetta skrítin, sko, sérstaklega þessi síðasta vika. Já. Þá öll námskeið hætt. Skólinn ekki byrjaður, en maður sjálfur er vissulega komin vel á staði vinnu. Já, kannski þarna verður þetta öðru sér þegar við erum komin á þessi tímamót sem hún Andrea talaði í þættinum viðmælandi dagsins. Og þetta var þarna, svo við komum aðeins bara inn á það. Hún er náttúrulega bara íkon. Bara, ég er náttúrulega búin að vita hvernig síðan hún var með uniform þegar ég er bara lítil. Ég var alveg búin að gleyma þessari uniformtengingu, leið hún fór að segja það, þá var ég bara já þetta. Ég er náttúrulega bara þráði kjól, ég bara tímdi aldrei. Nei. Þannig að ég fór alveg ofta að skoða, sérstaklega það voru þarna á Hverfisgötunni. Þá rölti ég oft, þá var ég að vinna í 17 Laugavegi, fór oft yfir, bara lét mig dreyma. Já, mér fannst þetta, það var svo gaman að fá hana loksins, segi ég. Hún er búin að vera bara eiginlega efst á blaði yfir óska viðmælendur síðan ég fór að stað með þetta podcast. Hún er bara eiginlega, hún sjálf og vörumerki hennar bara eitt af mínum uppáhalds. Já, samanlega. Við erum alveg oft talað búðin hennar og svona föt og annað sem þetta svona okkar stíl. Já, algjörlega. Já. Mér finnst hún bara gera þetta svo vel og einhvern veginn. Hún er bara svo vöndu kona. Þú veist, eins og bara við tölum þættinum, þú veist, að lyfta öðrum konum upp. Hún er svo opin fyrir að allir í pláss. Hún er bara... Já, mér finnst það bara einstök og ég... Mér finnst það besta við, ég gríp fram í fyrir en í því samhengi þegar við vorum að ræða þetta, hvað þetta svona náttúrulegt bara hjá henni. Þetta ekki eitthvað svona með þetta ákvörðun, eitthvað svona sem hún setti sér að hún ætlaði að reyna að gera meira af þessu eitthvað svona, hún er bara svona. Já, og líka því að, hún er ekki endilega að gera þetta líka. Maður upplifir kannski stundum að fólk er að gera ákveðin hluti til þess að, svona koma sjálfu sér ofar eða framar, skilurðu, en hún er rauninni stígur alltaf tilbaka, skilurðu, hún vill lyfta hinn upp og helst ekki að hún sjást á meðan, skilurðu. Já, það er mjög góð lýsing á henni. Já. Þetta er alveg eiginleiki sem að fleiri mætti taka til sér. Mér finnst þú hafa hennan eiginlega líka. Mér finnst þú oft bara einhvern veginn, bara bæði held ég, prósar fólki sem þú þekkir ekki og sendir bara svona random skilabóð og eitthvað sem er að gera eitthvað vel, ekkert eitthvað því þú ert að reyna að fá okkur út úr því eða eitthvað þannig, bara því að genuinely langar það. Ævá, mér er ekki mjög vænt þetta rós. Já, mér finnst þetta svona eiginleika sem að þið báðar hafið og ég ætla að reyna að taka til mín. Takk, já. En já, þetta var alveg geggjaða þáttur og mjög svona, eins og ég sagði þið sjálf, á nokkrum stöðum þá hugsaði ég svona hvernig fór umræðan hingað. Fórum alveg svolítið víðanvöll. Þetta, og ég held, og svo heldum við náttúrulega áfram að tala líka eftir við hættum að rekka sem að vera algjör mistök. Man er náttúrulega aldrei að gera það. Nei. Þá komið nokkur atriði svona, já, ég ætla að segja þetta. Já, og líka bara umræðan fór áfram á mjög skemmtarnar hátt og líka út allt náttúrulega. En það er augljóslega að við gætum talað saman. Sko. Já, við hefðum getað að tala saman mjög lengi. En ef við ekki bara hleypa Andreu að. Jú, skulum gera það. Leyfa fólki að njóta. Gerum það. Hérna er Andrea. Sjáumst. Velkomin til okkar í vörumerki. Já, ég held að myndi segja stílbrot. Nei, ekki núna. Ég ætla ekki að fara að kynna þig inn í þitt eigið podcast, sko. En við getum alveg tekið af svolítið skegg. Jæja Maja. Já, þeir sem að hlusta, þeir þekka þessa setningu. Já. En hvernig er að vera orðin podcast þáttastjórnandi? Mér finnst það bara ógeðslega gaman. En ykkur? Já. Það er ekki skemmtilegt. Ég er alveg að fara langt út fyrir þægindar minn alltaf. Ég líka. Já. En mjög skemmtilegt. Já, mér finnst það líka. Það er greinilega að segja meira já við óþægindum. Og þú veist, svo er þetta bara mitt. Við náttúrulega okkur fyrst stúdíu okkar náttúrulega mjög næs. Það er æði. Og það hjálpar alveg. Þú veist, það hjálpar í samtalinu og bara svona að líða aðeins betur. Já, þetta er ótrúlega kósí okkur. Það er smá flott. Hverju skiptir máli. En það hefur náttúrulega komið fram í okkar þáttum að við erum diggir hlustendur þáttan ykkar. Já, og sem leiðist. Já, ég sendi ofta bara leiðbúðum bara og gegga þáttur, það er gaman. Já, gaman. Ég er búin að hlusta alla þetta líka alveg þegar þú varst ein. Já. Og þú ert búin að vera á listanum hjá mér sem óska viðmælandi bara frá byrjun, sko. Þannig að loksins þetta er bara alltaf lænast upp. En mér langaði samt kannski smá random og
ekki kannski þess að við ætlum að ræða mikið í þáttunum, en hvernig kom þetta til að þið ákveða að byrja með þessa þætti? Það bara, þetta var, Maja fekk þessa hugmynd, hún hringdi í mig í januar og ég var sko með áramót að heita, segja já og þegar hún hringdi og spurði mig þetta, ég bara nei, en sagði já, en henni fannst ég ekki taka neitt sérlega vel í það samt sko. Varstu það með áramót að heita segja já bara yfir höfuð? Já, bara vera að segja já, í staðan fyrir að segja nei, skil bara svo, þú veist segja já, en svo hringdi ég henni bara já, ok, kýlum bara á það og hún bara, ég held að vera ekkert spennt að það áramót að hennar var að gera meira sem hún hugsa framkama, skilur þannig að þetta var bara, og svo náttúrulega vinnandi með Mæju, hún ger alltaf ljósra, ég var bara sest í stúdíu daginn eftirleiku, sko. Þú veist, þannig að þetta bara gerist mjög hratt. Já, og þetta hefur gengið rosa vel. Já, mjög skemmtilegt, sko. Já. Gott að ná henni svona fastri með mikrofón, því hún er svona rosalega virk. Ég næ aldrei eins góðu spjalli við henni, hún bara föst þarna, engi sími, þú veist, hún bara á að sita þarna og tala um mig, mér finnst það geðveikt. Þetta er svona, mér finnst ég verið að vinna í lífinu, sko. Ég er að fatta það núna þegar þú segja þetta að þegar gefa út þátt einu sinni í viku ég var að segja að mér finnst þið svo duglegar bara alltaf að gefa út þætti en kannski það ekki það að þeir eru alltaf að gefa út þætti bara þeir eru alltaf búin að gera svo mikið í hverjum þætti það er alltaf svo mikið að frétta einhvern veginn. Já, líka þeir eru bara svo duglegar að gera content í kringum það. Já, kannski það. Þeir fá alveg A+ í content. Við erum alveg duglegar en við gætum alveg verið duglegar. Já. Mættum alveg vera duglegar við það. Já, það er svona hobby hjá mér. Sitt og klippi og ofta stundum á hennar kostnað En já, þú ert með marga hatta líka í þínu fyrirtæki heldur betur, þú ert fatahönnuður og þú ert verslunar eigandi og ert í rekstri og ert einmitt að sjá samfélagsmiðlana og alls konar ef einhver sem að þekki þig ekki spyr, hvað gerir þú? Hvað er svona? Ég myndi svara, ég var í fatahönnuður fyrir bara verslunar eigandi eða eitthvað þannig það er svona, þú lítur á þig sem það er bara það sem ég lærði en ég hugsi ég hafi alveg mikið áhuga á kaupmennsku og hinnu sko eða ég hef alveg mikið áhuga á báðu svona rekstrinum já það fer ekki alltaf saman nei, alveg mjög sjaldan nefnilega held ég held það er líka bara að fara þú ferðilega bara fljótt í eigin rekstur bara, ég er náttúrulega mann eftir uniformi bara way back sko og svo kemur eitthvað millistökk þar eða kemur bara strax á andra ég fór þaðan ég náttúrulega fættist bara með eitthvað element í mér bara ég get það, já, ég get það skilur eitthvað, það var meira þegar ég var yngri ég er miklu meira varkarur í dag en þá var ég bara gæti allt, kynna allt, ég meina sauma, getum við allir mikið mála, sauma allir í kringum mig og veist, mamma mín og amma mín og allir og ég sagði tengdamömmu mín að ég ætla bara að opna hérna fyrirtækjum að sauma kjóla og svona og hún var bara að því að hún var búin að hjálpa mér eitthvað að sauma en fannst ég greinlega ekki alveg klár ég hefði bara svona bullandi trú á mér skilju en svo fattaði ég það að mér langaði að læra aðeins meira þannig að ég hafði alltaf verið sko að vinna í NTC og var í innkaupunum þar og í framleiðslu fyrir þau þannig að ég var alveg svona vön að framleiða en ég var aldrei að sauma neitt sjálf skilju svo þegar ég fór í uniform þá var ég alltaf komið saumaðil og var ekkert allt alveg auðvelt og virkaði þegar mamma og amma voru að gera það, skilju. Þetta getur við aðeins farið í þetta uniform-ævintýri. Mér rámar eitthvað svona aðeins í þetta, en ég... Svo langt séð. Já, ég man ekki alveg. Stofnaði þú það? Já. Já, ok, það er svolítið. Já, alveg rétt. Það var svona draumakjólar hjá mér sín tíma. Einmitt, ég var búin að gleyma að þú hefði verið í því, ég myndi þetta byrtu og svona. En hún var náttúrulega miklu lengur. Því svo hætti ég og ákvað að fara að læra. Já. Þú veist, þannig að ég fór fluttum til Kaupmannahafnar og ég fór að læra að fatahönnun. Þú veist, rosa vitlaus og röða öllu. Ég var orðin 30, og nefnst stöðbætt þegar ég fór út. Skilur. Já, en samt greinlega bara í þinni röð. Já, í minni röð, já. Ég meina, þú veist, ég fór að mitt í lögfræði beint eftir menntaskóla. Ég væri alveg til að fara, ég hefði viljað fara seinna þegar maður skilur maður aðeins meira lífið ég skilja, ég lögfræði sérstaklega. Já. Svo alltaf bara endaði í markaðsmálum. Það er einhver ein rétt leið. Nei, sem ekki. Ok, þannig að þú fórst þarna út og varstu þá alltaf ákveðin í að var það markmið með því að fara út að stofna þitt eigið vörumerki og bara þetta var það sem þú ætlaði að gera? Ég bjóð til allt fyrirtæki að við vorum úti, maður minn gerði logoið og við gerum heimasíðu og það var allt tilbúið bara að daginn sem ég útskrifast var ég bara komið vinnu, skilur jú. Og þú finnur strax bara því að uniform er náttúrulega allt öðru sér stíl heldur ég myndi segja andra að sé hvort það sé bara út á tíðranda eða eitthvað, ég veit það ekki alveg en kannski að slíkara fyrst það var náttúrulega svona leftovers eða þú veist en svo bara þróast það náttúrulega
Og þú finnur bara svolítið strax svona stílinn og taktin sem þú vilt að verslunin eða svona þín fatalína stíl sé. Já, ég veit ekki, þetta bara, en sko ég náttúrulega, við förum alveg í backstory, það er náttúrulega bara alveg fyrir það að bara allt sauma á mig. Já. Þú veist, báður ömmu mína voru klæðskerar og ég átti, þú veist, bara upplut, skíðagalla, úlpur, kápur, matursuföt, fyrir sjómannudaginn, það var bara allt, ég var bara vön að standa upp og svona borða og snúmur hring, skilur og ég held að væri bara svona heimi öllum. Já. Og þú veist, og svo byrjaði ég bara einhverju skóla og mér langaði stretchbuxum að það var tísku, þá fekk ég bara nokkur liti, þú veist, ég bara, þannig að hjá mér hefur alltaf verið að skapa föt, þannig að mér fannst það bara ekkert. Nei, þetta var ekkert nýtt, þetta var ekkert framandi fyrir þér. Skilu, þú veist, það var bara svona gera maður, skilu. Svo kynnist ég manninu mínum og mamma hans er svona líka, þú veist, og þannig að ég bara, ég held að það væri svona heimi öllum, allir væri bara náttúrulega saumaða föt, fattur þau. Þannig að fyrir mér að búa eitthvað svona föt til var bara mér svona náttúrulegt, að þú veist, já, búin að fá að velja sitt og lit síðan ég var bara pínlítil. Já, skilur svona bara í blóðinu. Já, smá. Ok, en þegar kemur heim og byrjar það bara strax í þeinum rekstri, hvað ára var þetta? Sko þá var ég með rosalega framústæðnilega hugmynd, eða það má segja það. Því ég ætlaði bara að vera með vefbúð og það voru bara ekkert margar þannig þá. Nei. Þetta var 2009. Já, það var ekkert. Nei, og þú veist, maður minn hafi verið að vinna í eitthvað svona netfyrirtæki og sett upp vefsíðu og var allt rosa flott og eitthvað svona, og svo ætlaði ég bara að vera með vinnustofu. Fannst þetta bara, ég var bara aðeins undan áætlun og þá náttúrulega bara keypti enginn á netinu, ekki einn held ég. Já, ok. Og það komu bara allir, það var alltaf að banka hjá mér. Þetta bara það var vinnustof með svona lítilli búðu, þetta endaði bara að vera, ég endaði bara að vera alltaf aðgrað. Þú veist, það var bara, það var bara orð aðbúð. Já, þannig að plani var ekki að opna búð og Strangötu í Hafnarfirði, þú veist, plani var að opna vefbúð og vera með þessast stúdíó vinnustofu. Já. Og svo bara lokkar lífið mann í einhver áttir sem var kannski, þú veist. En talaði einmitt það, þú veist, núna ertu með verslun og vinnustofu, er það á sama stað? Nú á ég ekki sömstofu lengur. Nei, ok. Nei. Ok, en þú ert allar með verslun og netverslun. Já. Og hvort finnst þið vera að þróast núna, þú veist, með tíðrandi í dag, hvað er þetta að leggja meira fókus á, hver er að skila betur? Búðin. Ok. Þetta er svona 75 búðin, já. Wow. Það er nefnilega netbúðin álega einhvað inni. Já, en hún stækkaði rætt í COVID til mis. En fyrir COVID var ég ennþá að fá konur sem var bara símgraði, en margir vildi ekki setja kort sitt á net, þannig að COVID breytti alveg mjög miklu, en ég hugsa að netbúðin eigi ennþá alveg helling inni. Þannig að ef þú þurftir að velja annað hvort, þá myndir þú velja verslununa? Ég veit ekki, ef ég er að byrja í dag, myndi ég ekki byrja með svona mikinn opnunartíma, sko. Nei. Það er alveg smá úthalda að vera búin, hún hefur verið með búið í 17 ár sem hún er opin alla daga til 6 og lögutum líka. Já, kannski óþarfi. Mögulega. Og ég hef oft hugsað hvort við eigum að breyta opnunartímanum, svo er maður líka smá hrættur að breyta. En já. Ert þú mikið ennþá í dag í búðinu að afgreiða og svona? Ég er alltaf eitthvað, já. En Erla er auðvitað, hún sér búðina og hún er partnerinn minn í dag, hún Óli, þannig að hún sér aðalega það. Er hún ekki búin að vera með þér síðan bara frá með start? Hún byrjaði undan mér líka við. Ég heyrði það í podcastinu ykkar, hún var að lýsa þessu. Mælum með að hlusta á þá sögu, það var skemmtilegt. Ég var alltaf að sauma eitthvað, hún er lærtið búin að sauma eitthvað. Ég bara, eitthvað bara lítið eitthvað. Hún kom bara alltaf heim til mín með eitthvað konur og seldi allt sem bjóð til. Ég bara, ok. Já, hún er líka dásamleg. Já, hún er best. Og talandi einmitt það, mikilvægi bara, ef við förum svolítið inn á bara svona þjónustu og mikilvægi starfsfólks og þannig. Veist að, þá gerir maður bara út frá tölunum, þú segir 75% er búðin, þá hlýtur það að vera þjónustan. Já. Það er upplifunin á staðunum að hitta starfsfólkið þitt. En sko, rosalega margir viðskiptir sem koma bara bara flestir. Já. Bara ég veit átt þess að buxur í smól og large, ég ætla að prófa að báða stærnar, það er bara með byrðarstöðuna mína meira hreina en ég, skilur af því þeir eru búin að skoða á netinu, þannig að þetta er alveg svona helst í hendur. Executa kannski í búðinni, skilur. En ég er alveg búin að ákvæða hvað ætla að máta og svona. Já, góða punktur. En hversu mikið hugsaður út í alla svona heildar upplifin í búðinni, alla þessar litlu snertifliti bara þegar viðskiptavinur lappar inn, allt frá bara tónlist og lýsingu og lykt og annað. Ertu mikið svona? Ég er ekki með mér var alveg til já. Ég er búin að fara nokkra ferði til grassi og prófa að gera ylvatn og bara var aldrei alveg sem ég vildi hafa, þannig að það er eitt að ég sem er svona datta borðinu. Ok.
Þannig að kannski tekið upp eitthvað til mann, ég fekk bara svona nóg, þú veist, það var alltaf eitthvað að, ég ríði nef í vinnu og ég veit ekki hvað og hvað sagðir? Nef, það heita það í grassi, það sem öll ylvetnin verða til í Fraklandi, Suður-Fraklandi. Og þá ertu bara að borga einhverjum fyrir að lykta fyrir þig. Þú segir bara, ég vil hafa pyrrlykt, ég vil hafa vaniljölu og eitthvað svona, og svo er líka hægt að kaupa eitthvað svona white label, mér langaði bara að gera okkar eigin og það bara einhvern veginn varð aldrei alveg svo ég er svona eiginlega bara eitt af hlutunum sem datt. Veist, það er ekki allt sem heppnast. Nei, ég bjóst ekki við en ég gefst aldrei upp, það getur vel verið takit upp eitthvað til mann aftur skilu ég sé alveg fyrir mér heimilsilm og bara kerti og... já, nefnilega sko ég var að meina í búðinni, þú veist svona heldar upplifun bara svona í versluninni, hvort að þetta væri eitthvað, að því að mér finnst þetta einhvern veginn svona svolítið sérstök, þetta er ekki eins og lappin í hvaða búð sem er, þetta er eitthvað svona ég ætla ekki að segja heimilislegt, en þetta er eitthvað svona persónulegt við reynum að hafa það, en leggjum upp með það þú veist, taka móti fólki, heilsum öllum bara, þú veist, hæ, og við sem sjáumst að allir fara, hvort sem við þekkjum vel eða ekki út af því að þú veist, það voru ég bara að segja, leggt að sjá það næst fattar þau, þú veist þú ert að planta sæði í rauninni eða svona ekki sæði ég planta sæði, við erum í því planta sæðum, það er mjög næst Það varst í ykkur frjósemishuglingum bara beint í andri frjósemisbúð getur keypt buxur og fengið sæði með frýtt í vasanum en já, það ertu búin að planta fræja þú veist ekki að segja fræ og sæði ég er með góð segju sem ég skal segja eitthvað svo eftir þáttinn hérna, að þá ertu í rauninni búin að loka þú ert í rauninni bara að segja, þú veist, komdu aftur já Ein vinkonum minn sagði daginn, þú þekkir alla sem komið inn, ég leina, ekki alveg, en mér langar samt að fólki líði þannig, út af því að þú veist, og við reynum að leggja upp með, við segjum alltaf bara, ef við erum að selja, þú veist, kjól, reyna að hjálpa konun að velja eins og hún sé, þú veist, systir ykkur að fara í brúðkaup, ekki bara einhver kona, þetta heppnast ekkert alltaf, en þú veist, það er svona samt uppleggi, við reynum að hafa þetta þannig að því eins og þetta er orðið í dag í verslunum, það er bara voða mikið, bara eða ekki þarna að vera búið, þú veist, eða þá flugvel. Ég ætlaði ekki að segja neitt. Sorry. Nei, ég er bara eitthvað verið frá. En hérna, já, þetta er alveg svona fín lína samt, af því sumir vilja koma inn og bara skoða í friði og svona. Þannig að þeir eru svona kannski farið að spotta það bara hvert að fólk. Já, og það er líka allt í lagi. Það má alveg skoða, brása og þú veist, það er bara, þú veist, maður finnur alveg, þú veist, og svo, ef þú segir, góðan daginn get ég aðstoða þig, það er svona 90% tilfell að segja fólki bara skoða. Þannig að þú getur eiginlega næstu í slefti út af því að þú veist, fólk segir bara ég er bara skoða en áttu þetta í smól. Þetta er bara svona default svar við getið aðstoða. Ég veit ekki hverju. Ég veist líka næst þegar það er sagt bara hóaða brými að vera eitthvað sem vantar. Þá er svona, lífum strax ég er ekki að fara að trufla neitt. Og líka bara stundum með einhver að skoða eitthvað að segja bara þessu mátast ótrúlega vel eða eitthvað og svo kannski fer ég bara aftur. Þú finnur alveg hvað konni vill og hvað konni vill alls ekki. En þú ert að segja að þessi aðstofa bara eins og þetta sé vinkona að fara í brúðkaupi eitthvað, ertu þá, þú veist ekki að reyna að selja öllum hvað sem er. Nei, alls ekki. Eða þú veist, þú segir alveg, já, ég myndi kannski ekki taka þessa. Já, meina þannig við stelpunar að þú veist, að bara sína fólki áhuga og bara finna annað snið þá að þetta er ekki flott og fílar ekki að lita, geti sýnt þér annan og þú veist, eitthvað þannig. Já, þetta skiptir máli. Og þetta er það sem maður færi auðvitað ekki þegar maður er að panta á netinu. Nei. Við ætlum aðeins að fara inn í þá umræðu. Já. En ég var að spila áðurnum fyrir þangað, eigum við að taka liðin. Já. Mitt persónulega vörumerki sem er í boði S4S. Já. Við erum nú yfirleitt byrjað á því en... S4S eða skór.is. Já. Skór.is. Já, við bara byrjum strax að spjalla þannig það er alltaf að taka þetta í svona miðjum þætti en þú varst aðeins búin að undirbúta þetta ekki. Við höfum að spyrja þig svona þín kjarnagildi og svona hvernig þú myndir lýsa svona þínu persónulega vörumerki. Hvað vilt þú standa fyrir? Já, ég er náttúrulega bara, fyrst er alltaf sköpun. Ég þrífst í því og það er alveg sama hvort ég skapa flík, búðina, heimili, leggja borð, þú veist, ég veit ekki, content, eitthvað bara, ég er bara, ef ég er ekki búið eitthvað til, þá er ég ekki hér. Eða skilur, þú veist, ég þarf að geta að fara heim eftir vikan og ég ger þetta, þú veist. Já, hafa eitthvað svona. Ég þarf að hafa eitthvað svona physical, ég þarf að skapa eitthvað, ég er bara svona, já, eitthvað svona bildir í mér eða eitthvað, þú veist. Og svo númer 2 myndi ég segja frelsi. Að því þú getur ekki gert þetta, þú ert mikið frelsi til að gera, þú veist, þetta kemur ekki eftir pöntunum. Þú getur ekki sett mig við borð og sagt, milli 10 og 2 áttu að búið til kjóla.
það ekki víst að þessi kveikt á þeirri rás bara milli 10 og 2, þú veist, ég get ekki gert það þannig, þú veist, stundum sitt ég við eitthvað og gengur ekki neitt og svo fer ég út í göngutúr, þá bara, já, veit ég hvernig ég ætla að leysa, skilurðu, þannig að þú veist, það ekki hægt að hafa þetta á stimpulklukku, skilurðu, því miður, verð til ég, en svo þegar ég detti í gírinn, þá geti ég líka unnið alla nóttina. Já, ég bara get ekki borðað, þetta svo gaman, skilurðu, en ég, þú veist, veit ekki klukkan hvað það er. Nei. Þannig að þú veist, ég þarf að hafa frelsi til að geta unnið bara þegar það passar, sem að passar ekki öllum, þannig að ég passa ekki alls þar inn alltaf. Og svo hamingja bara, þú veist, ef það er ekki gaman þá nenni ég ekki að vera þarna, skilur, það verður að vera gaman, annars er svo leðilegt, það er eiginlega bara þannig. Þetta er bara mjög góð gildi og þarna, mér finnst þetta mjög lýsandi fyrir þig. Já. Algjörlega. Ég mitt sá bara að því núna við sameiginlega vinkonu, hann Svönu, sem er Flamingo Studio, þegar varst að sita bara, einmitt bara svona litla blómið á skóin, ég var bara, þú veist, svo einfalt, en þú þarft einmitt að hafa hann sköpunarkraft og þetta hugarflug til að sjá þetta. Til dæmis eins og það, eins og bara ekkert gaman að elda, en rosa gaman að leggja borð. Sama. Skilurðu? Sama. Þannig að ég bara velja glöðsum diskan og sér upp með eitthvað jólaborðið, ég elska að gera jólaborðið. En hvað matinn? Mér gæti ekki verið mér sama. Mér finnst ekkert flott að maturinn komin á, skilurðu. Bara hann taka þetta læri hennar að eðalega setja upp hjá mér, skilurðu. Nei, við verðum að hafa svona sósu. Já, nei, hún er bara brún. Litur passar ekki hér. Já, hún passar ekki. Setja matalitina, takk. Ég tengi svo vel. Ég elska að skreita borð og dekka borð. En að gera matinn er ekki hátt á mínum lista. Nei, en svo hugsa ég vil hlusta á þáttum með Silvíu, hún var að segja fittar þá get allstaðar inn, ég tengi alveg smá við það. Já. Út af því að þú veist, að þetta er nefnilega svolítið svona kemur ekki eftir pöntunum, skilur við. Ég hefði oft hugsað að pabbi minni skipstjóri, það hefði hendað mig geðað vel. Bara 3 vikur túr, svo bara 3 vikur frí, skilur við. Bara vinna allar sólarhringinn og vera bara í gírnum, þú veist. Og takk svo pásu, að þau maður þarf að recharta. Já, ég var spretthlaupari síðustu viku, svo núna ég byrjuð þessari viku þá fann ég að ég var ekki spretthlaupari og svo finn ég svona að það er að koma aftur. Svo er að hásta okkur eitthvað. Já, nú fyrir eitthvað langklip hérna í smá stund. Að því maður þarf náttúrulega að recharta á milli og þú veist, ég hef eitthvað oftið til sumafrí, þá er ég bara on fire í hugmyndum, sko. Þú veist, þannig að það er oft ekki besti tíminn, en það er bara þannig. Þegar það er bara einhverju öðrum aðstæðum, skilju. Einmitt. Það var einmitt eitthvað sem ég langaði að koma inn á líka, því að núna ert þú svo stór, eða þú ert í rauninni vörumerkið þitt, það heitir Andrea, en hvernig gengur þér að aðskilja, er eitthvað til sem heitir vinna á einkalífi og er einhver mörk á milli, ertu einhvern tímann bara ekki í vinnunni, eða ertu einhvern tímann bara alveg að kúplaði út? Held ekki. Að því að þetta eru líka svo margir fletir, þú ert að væntanlega butana í bara starfsmannamálum, þú ert með að panta, eða ertu með bara eitthvað svona, þú veist, ég kann samt alveg að vera svona bara, ég kann alveg að eitthvað get kveikt á einhvern þætti og dotti inn í hann bara alveg, þú veist. Já, eitt kvöld eða eitthvað, já, þú veist, já, og þegar ég er að hvíla mig þá líka upp í sófa og gera kannski eitthvað content, það er ég að hvíla mig. Þannig að nei, örugglega ekki. Nei. Já, en við talaðum mitt svona þitt persónulega vörumerki, ég myndi alveg setja undir, ég veit ekki hvort þú vilja kalla áhrifavald eða ekki, en ég myndi alveg setja það undir. Já. Og þá ert þú náttúrulega bara Andrea, bara manneskja og kona og með þitt fyrirtæki og fatahönnuður og allt það, og svo ertu með verslunina Andreu. Hvernig ertu, hvar skilurðu mörkin? Hvar endar þú og hvar byrjar verslunin? Já, bara veit það ekki. En sko, ég náttúrulega var fyrst bara með eitt Instagram til dæmis, ef við tölum það, þá var það bara búðin og ef við fara alveg enginn enn því að náttúrulega mörg ár síðan, en þá er bara eitthvað dóti mín og ég í brúðkaupi á Emil eitthvað, þú veist, ég man ekkert að fór í arkæfa eitthvað, skilur, og það var, svo byrjaði ég með mitt líka, þú veist, það var ekkert aðeins eitthvað planað, mér fannst bara ekki passa first day of school og bara á búðinni, en sumir gera það og ég fílaði alveg, skilur, en mér fannst einhvern veginn sem ég þurfti að vera með sitt hvort. Og svo einhvern veginn bara þróaðast það, þetta var svona bara, ekki planað, sko. Nei, þú hefur ekki bara leyft bara hlutunum að gerast. Já. Kannski líka bara eftir því sem þú fannst að vörumerkið á verslunni var að styrkjast, að þá kannski gast þú aðeins fjarlægst. Já. Þú veist, að þetta þurfti ekki að haldast í jafn mikið í hendur, kannski. Stundi ekki í svona collaborated post, ef mér finnst það passa, ef ég er að tala eitthvað outfit eða eitthvað, ég veit ekki, mér finnst svona, búðina aðeins meira svona,
bara búðin, bara svolítið svona, ég vil hún sé smá professional, ég veist ekki, þú veist, þú átt bara að geta komið þangað inn og það er bara búð á gluggi, bara þetta til, skiluru. Einmitt. Þú veist, ég veit alveg sem ég gerði eitthvað en öðru sig og það er alltaf lagi líka en mér fannst bara ekki passa að kemur bara, þú veist, svo hakka og spagetti eða eitthvað, ég skiluru Vel stekkað borð. En svo Victoria Beckham er búin að gera það þannig og ég elskaði henni þú veist, hún er bara með hún er reynda búin að gera Victoria Beckham Beauty eitthvað sér, en hún er bara með nýja collectionu og svo bara allir David Beckham á stöðbúksunum að gefa hænunum skilur, ég fattar þannig og þú veist, hún er náttúrulega queen en þú veist, en hún getur það eitthvað og mér veist gaman að, mér finnst það rétt gert hjá henni svoleiðis, en það er náttúrulega örgulega meira productionlið á baku þau heldur hjá þér 100% en ég bara segja, mér finnst bæði allt í lagi en ég ekkert mann bara ákvæða að mér fannst eitthvað neginn svona ekki passa að vera með þannig að þá gerði ég gerði mitt setna sko fyrst var bara búðin, skilur áhugavert Hvað myndir þú skilgrina sem góða þjónustu? Myndi bara, þú veist, að þú komir inn og upplifir eitthvað og upplifir að mannskinni sé ekki sama það sem þú ert að fara að gera og þú ert kannski að fara bara, ég er alveg saman hvort þú ert að fara að kaupa joggingala eða ert að fara í brúðkaup bara að þú upplifir að þú veist að svo sem er að hjálpa þér hann genuinely langar til að hjálpa þér og að þú fara út glöð þú veist, ekki bara þannig eins og við líði eins og bara waste of time bara að sé gott að koma að nýja bara til að líði vel en það við eignast marga vinkonur þarna þú veist, sem kom bara aftur og þú veist, sé bara fasta kunnar og hvernig, þú veist, þess að bara fyrir fólk sem er að búa sem er kannski núna einmitt í einhverju með hugmynd að stofna verslun þú veist, hvaða svona líkil þætti myndirðu segja þeim að hafa í huga? Sko, þetta er náttúrulega mega commitment, sko þetta er bara barn nummer 3 eða þú veist, hjá mér og þú veist svona staðfesta eða commitment, hvernig segja það? Staðfesta? Þú veist bara að það sé þessi opnuntími og hann sé þannig þú veist, ekki hafa hann þú veist, það þarf að vera ekki alltaf miða í klukkan og hlupum í kaffi eða lokum það þarf að vera bara alltaf lagi, ég verslaði einu fyrirtæki sem er opið 2 viku, það er alltaf lagi, ég veit bara opið 15 föstum og ég fer það bara þá Þú ert ekki búin að gera þér ferð og bara að það er að skilja loka, þannig ég held bara commitmenti sé bara þetta er átnum tíman og stundu við hann, eða skilju og ég held að það sé mjög mikilvægt hver átt spurningin bara svona líkil þættir í þjónustu fyrir þá sem er til þess að mögulega fara að opna verslun eða eitthvað skona fyrirtæki upp á að veita góða þjónustu og svo finnst mér bara líka svona að gefa þeim, eða vera ekki að mest svo mörgum stöðum sem ég kemur á þessu allir sé alls sama, hvort ég kaupa eða kaupa ekki hvort ég kom inn eða kom ekki inn mér langar svolítið svona að fólki upplifi að þú veist bara okkur þau ekki vendum og komst og þú veist, erum þakklátt fyrir viðskiptin viti? Já, ég held að það snúist líka það þá er kannski fólk bara ekki nú ánægt í vinnunni, þú veist, þetta helst í hendur, þetta er keðja, þú veist, starfsfólki þarf að vera nú ánægt og investað í fyrirtækinu til að hafa eitthvað áhuga á að viðskiptavinnurum upplifa þetta þannig að þetta byrjar eiginlega á góðu starfsumhverfi myndi ég segja og mér finnst líka svona oft starfsfólk almennt ekki alveg átt sig á, þú veist, ekki mitt kannski, en svona oft heyri svona utan að mér að eins og að fatt ekki hvaðan launin koma Akkurat. Að því að við seljum ekki neitt þá er ekki til neitt peningu fyrir launum. Skilurðu, þú veist að þetta gerist ekki að sjálfu sér. Og líka þá einmitt hvað smáatriði skiptir máli. Ég er búin að vera að punkta niður, ekki punkta, bara hjustum á mér. Þú veist, þess að ég fór og verslaði einnig búðum daginn og ég var að kaupa afmælisgjafir 2 bóli þegar maður tróði ofan í pókan. Það var ekki brotið saman, hún var bara tekin að herðatrén og settur í pókan. Þú veist, það fyrir mig var bara mega fallengun. En hins vegar fór ég aðra verslun daginn og það var skóhorn inn í fataklefanum og ég var bara, bara svona lítil atriði, það bara til mig skiptir sköpum, þá var ég bara velgert tikk þú veist, að svona hvað þessi smáatriði eins og bara umbúðirnir, þú veist, að eins og þú ert með rosalega falla og veglega póka það er enda mega veð sem að tímur ekki henda þeim og ég þól ekki að safna pókum en þú veist, hvað öll þessi litlu smáatriði, hvernig þú pakkar þessi inn, hvernig mitt þú bara tekur á móti greiðslunni
glaður út með pókan sinn. Já, og sérst svona stoltur af þessu. Kaupa mér eitthvað fallegt í dag, þetta á að vera þannig, það átt að vera eitthvað svona glöð. Já, alltaf taka mynda þessu og posta einstaklega. Já, og ég held að sko marga verslanir kannski átti sig ekki ofta alveg einmitt á því núna, sérstaklega út frá styrkingu netverslana, hvað eins og bara umbúðirnar og pókin, af því það er alveg dýr kostnaðarliður. Já, mjög. Að kannski þetta ætti ekki vera hlutur sem átti að vera að spara heldur átti að vera að fjárfesta. Að þú segir ekki, að í loki segir, viltu póka? Og maður segir bara, nei, ég held brásu. Þú veist, að þú viljir fá pókan. Já, einmitt. Að pókin sérunni. En svo finnst mér líka sem maður skrýta þegar maður kaupir á netinu. Kaupar kannski eitthvað ógeðslega flott eða flotta merkjaveru eitthvað og sækir svo bara eitthvað bensínstöð í eitthvað plastpóka, stundum er ég bara það er búið að bara skræla allt þetta af þessu, skilur Já, einmitt. Og svo er eins og fólk gerir svona miklu meiri kröfur inn í búðinni heldur en að gera nokkuð tíma en eitthvað sem kaupar á netinu, eða fattur þau? Já. Nei, hvað meinur þau? Ég bara meina að þú veist, þú kaupar eitthvað á netinu og bara ferðu eitthvað plastpóka, þeir eru bara sama, skilur en þegar þú kaupir í búðinni þá veist, þú vilt fá góð þjónustu, þú vilt fá það mitt og þú vilt segja falla pakka inn og svona, við erum með bara, það er heimin að hafa það milli í kröfum. Já. Þetta er einmitt þessi umræða sem við byrjum aðeins á, mér finnst þetta svo áhugavert, nú lítið þú að tekið eftir bara svona, alltaf að vera svo lengi í bransanum að það breytt kauphæðun og margir verslunareigendur hér á landi og hafa talað að finnir svo mikið fyrir þessu með búst og aðra verslunarrisa og svona fólk er að koma í búðir, máta og fá þjónustu. Er þetta eitthvað sem að þú Ég fann fyrir þessu því að með skóbúðina. Já. Var það bara alveg augljóst að fólk komið mátaði og sagði það bara? Ég sá þessu skó og bústur kostiði minna þar, hvað ætlar að gera fyrir mig? Nei. Og þau sáuð ekki hvað þau voru að bera saman eins og Nei, þegar fólk fattar ekki eins og ég held að þetta sé ekki illum hug, ég held að fatta ekki eins og hvað er að gera. Nei, ég hef líka verið stödd í búð, rosalega flottur í búð í miðbænum þar sem að kona var að máta kápu til að kaupa hana á búst. Já. Og hún sagði það bara við stelpunar, mér finnst þarna þú veist smá bara skilningsleysið eða eitthvað, ég veit það ekki. Já. Þú veist bara hvernig ég ætla bara að panta hana búst, ég meni körfu, ég ætla bara að tjekka starfinu. Minn og 2 skalli. Já, og svo ertu að borga náttúrulega annað hún kemur heim og ég veit það ekki. Já. Hvernig miðbæ viljum við eiga? Viljum við hafa okkur á búður hérna eða engar? Einmitt. Þú veist En hvernig geta, einmitt, bara svona minni verslanir sem er ekki hlutaðið um svona stærri risakeðjum og eru íslenskar, hvernig... Ég kaupi eiginlega ekkert sem er á búst. Nei. Til dæmis. Nei, en er ekki erfitt að keppa við þetta samt? Þú veist, hvernig heldur þessi þróun muni... Ég myndi ekki geta keppt við að ég var að selja sömu vörur af þeir. Nei. En þú veist, þetta er náttúrulega, sko, þeir eru þetta netverslun og er náttúrulega nokkru svona risar og þeir eru auðvitað ekki að borga eitthvað prime location leigu fattar þau því þeir eru ekki í kringlunni eða á lögum eða eitthvað svona, þú veist þannig að það er bara annað konsept og geta búið betri verð, skilur. Þú getur bara 2 skall en þú getur ekki, ef að stærðin passar ekki, getur ekki fara að skipta, eða það er mega vesen. Já, þú veist. Nennið engin. Nei, ég veit ekki neitt sem gera það, sko. Já, ég meina. En sko, það er nú ekki að versta, svo er náttúrulega allt hitt. Þú veist, ég bara sé að stelpur kaupa sér bara einhvað ástatíð og bara kaupa sér 10 kjóla allir að velja einn. Það er hvað sem er svo ódýrir einhvers staðar í Kína. Þannig erum við komin í þróun sem bara skeri, sko. Mjög. Og það er líka bara öllu stólið, sko. Og ég hef séð myndir, þú veist, á okkur svona Temu síðum, þar sem ég sé bara, eins og það er einn danskur hönnuður sem ég kaup með stundum af. Ég sé bara þeir stela peysun hennar, myndunum hennar. Þetta kínverska fyrirtæki var ekki í Kaupmannahöfn að taka myndir, sko, ég veit það bara. Skilurðu? Svo bara eiga ég eitthvað að breyta og bara stela öllu. Og veist ekkert hver byrjaði, og það er bara alltaf minni og minni virðing fyrir hönnun. Fólki er bara alls sama. Þetta er bara eitthvað svona Louis Vuitton nokkuð, það er ekkert í lagi. Það er fullt af fólki búin að mennta sig í hönnun sem er að vinna í Louis Vuitton, skilurðu. Og svo er þetta bara komið, ég veit ekki, það er bara öllu stólið. Ég veit ekki hver... Og þetta mun örugglega verða meira og meira. Og þetta er bara endalaust. Og svo getur maður heldur kannski ekki búið eitthvað til sem að þú getur ekki fundið einhvers staðar. Þú veist, ef ég myndi googla eitthvað ból sem ég var að gera, ég getur örugglega fundið næstu alveg eins, skilur við. En samt, er þetta svo maður getur ekki heldur hægt, skilur við. Nei. Þannig að þetta er svona, Já, þetta er, ég veit ekki, ég held samt að þessi þróun sé ekkit endilega, ég held hún gæti alveg vera undanhaldi, fólk, þú veist, með þessari vitundavakningu bara bara efnin sem er í þessu líka bara hvað að gera allt þetta dót heima nennir að hafa ég nenni ekki að hafa þetta skápnum ég er ekki nota
Ég nenni ekki. Nei, ég þoli ekki þetta bara fyrir mér. Nákvæmlega. Ég kalla bara alltaf, það ekki góð kaup ef ég nota það ekki, fyrstulega. Þó ég kaup minn eigin búð. Ég nenni ekki að kaupa eitthvað og vera með það fyrir mér heima mér ef ég ekki að nota það. Nei, og mér alveg saman hvort ég dýrt og ódýrt. Það er ekki máli. Bara ef ég nota gallabuxur til svona einhverjum svona sem þú ert í, til dauða, þá bara geggju kaup. Já. Þú veist, bara notar þannig að ónýtar. Akkurat. Það svona satisfying. Og eins eru það ömulega kaup, þú kaupir eitthvað buxur á 1000 kall, eða þú ætlar aldrei að nota þér, þá er þetta ekki góð kaup, sko. Já, bara ég kipur sem er allir þar 1000 gluggann, skilju. Já, nokkulega. Það aldrei gera það. Nei. Frekar setja í gott málefni eða eitthvað. Já, eða bara að safna. Já. Já, við skulum vera með svo spartnaðliðið í þáttunum, einmitt. En já, þegar þú ert að hanna föt og svona heilt yfir bara vörumerkið þitt, er þetta þá svona trend-based eða er þetta meira svona, hvað segir maður, kapsúl? Klassískt, kapsúlverk. Það er alveg bæði, sko. Já. Af því þegar ég hugsa vörumerkið, þá er það fyrsta sem kemur upp í hugan bara svona klassísk, bara joggingalar og bara svona eitthvað sem getur endalist nota, en líka bara líka svona eitthvað skrautlega kjóla svo kaupið fyrir eitthvað geggjað tilefni, bara, veist, hafa ekki margir keypt brúðakjólun sína, til dæmis? Mjög. En þú veist, sko, það er náttúrulega, sko, að gera svona basic, eins og stuttunarbóli, húur, trefla, slæður, veist, svona hlýrabóli sem ég er í og eitthvað svona, þetta er bara brauð og smjör, skilur þetta er eitthvað sem það er alltaf að vera til og silfur þetta hverjum degi þú veist, en eitthvað kjóla sem fólk gifti sig, það er ekki þannig, sko og þar lendi ég oft í vandræðum og þú veist, þegar þetta framlega er alltaf quantity þú veist það er ekki auðvelt að gera eitthvað blómáttan kjóli miklu magni, skilur því að svo erum við heim í Íslandi og ég vil ekki að sé allir eins þannig að þá er ég oft bara að gera nokkra kjóla og bara nokkra hvernig lit og reyna svo að nota sniðið mín áfram breyta þeim eitthvað, breyta printum eða skilur, og það er svona gaman, konfekt fyrir auga en það er ekkert eitthvað geggjað business, sko skilur. Og svo meiri sköpunin þína en svo verðum við bara að hafa bæði, skilur, þetta er svona sikur hluturinn eða. Já, kannski með eitt sem er svona baseline og svo ertu með annað sem kemur svona í highs and lows. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Sko, mér hefur alltaf þótt skemmtilegast að gera kjóla. Bara helst kjóla sem að enginn myndi nota. Skilur nei, bara eitthvað svona huge kjól, bara eitthvað svona púff og pífur og liti. Bara, þú veist, mér finnst það ógeðslega gaman, en það er ekki brauðsmjör. Nei. En ertu þá að gera brúðakjóla eftir sérpöntunum? Ég var alltaf að gera það. Já. En það er heldur ekkert rosalega arbært. Nei, ok. Það er rosa mikið vinna, margir hittingar, marga ferðir í bæinn og kaupa eitthvað, það var svona slow process. Líka fyrir bara einhverjar mjög góða vinkonur. Já, smá þannig. Þú ætlum marga vinkonur, eða ekki? Jú. Þú ert rosa mikið svona mikið kona. Girl. Já, kona. Ég er svona, tengiði líka við það, ég man eftir að þú varst þarna í forsvari fyrir konum bestar sínum tíma, eða ekki? Hvernig, ef að fara hans í það konsept? Já. Mér varst það svona, þið svona pínu undan ykkar samtíð með það, að þegar maður er alltaf heyrt bara konum vestar. Þetta er leiðileg setning. Já. Breytum bara einu staf. Ég er bara hægt að heyra hana, sko. Já, gæðvegt. Ég er bara, Mission accomplished. Maður sér kannski eitthvað svona leiðileg kommentaseksjoni eitthvað, það sem að, inn á mæðratips eða eitthvað. Það byrjaði bara eiginlega þannig við Elisabeth vorum þetta eitthvað, þú veist, þá var þarna Musical.ly og eitthvað, þú veist, sem er núna TikTokur eitthvað, krakkarnir vorum bara að sjá eitthvað ógeð á Facebooku sem fólk leifir sér að skrifa bak við lyklaborðið en náttúrulega bara magnað. Akkurat, það er magnað. Og Elisabeth náttúrulega þá í blogginu og svona var kannski sjálf búin að upplifa einhver svona komment. Já, og þú veist, þetta er bara, ég veit það ekki, og okkur fannst bara, okkur langaði bara, við ætlum að breyta heiminum. Það var planið. Og svo bara... En ég elska svona, þú veist bara, svona, fólk sem hefur áhrif, að nýta þau til að gera eitthvað sem skiptir máli. Þú veist, að þarna eru þið með eitthvað plattform. Já, þarna eru þið með eitthvað plattform, þegar getur bara sleppt þessu. Þú veist, og af hverju að búa til eitthvað meira vesen fyrir sjálf sér, fleiri verkefni, en að þetta verði eitthvað svona hjartasmál og þið finnir bara eitthvað svona eld og bara let's go, við ætlum bara að gera þetta. Þeir eru búin að vera með þetta í mörg ár og búið til alls konar tegundir af flíkum tengt þessu. Þetta er náttúrulega alveg mjög mikið vinna eins og þú örugglega feist. En við erum búin að ákveða núna að hafa þetta annað hvert ár. Þannig að þetta er alveg þetta er árið undirbúningin, sko. Þannig að þetta er alveg smá brass. Það sem ég líka við þetta, sko, það hefði verið svo auðvelt fyrir ykkur að vera bara hvernig var þetta, að gera
ykkur á svona einhver aðalatriði í þessu konsepti, ykkur tvær, en þið voru að fá bara fullt af konum, fullt af fólki bara yfir höfuð og þú ert búin að gera það svolítið, svo, íta fólkinni kringu þið svona upp, þú ert að gera, þau eru með fatalínur, einhver vinkonunnar og svona, er það ekki undir þínu mörki, ég veit að Arnarhund hefur verið með einhverjar, gerðu útskriftakjóluna sína, svona alls konar, þú ert svona, þú greinilega mér finnst það bara gaman, það er pláss fyrir alla það er bara þannig, þú veist því fleiri því betra þess mér, skilur við það er bara svo gott hugafar, það er ekki allir þar og sérstaklega með að þú ert í minni rekstri, ekki með eitthvað risa fatakeðju, að geta samt verið með þennan hugsunarhátt að lyfta öðrum upp með þér það er ekkert allir þar, sko Nei. Alls ekki, og þetta bara að það sé pláss fyrir alla, eins og bara þú og Maja eru gott dæmi mynda þeir eru í raun og veru samkeppnisaðilar. Já, en samt ekki. Ég er líka fastakunni í ykkur, allavega. Ég bara hlust á alla þetta. Nei, ég er að tala samkeppnisaðilar, þú veist, hún er að vinna hjá NDC sem er í samkeppnisaðalinn þinn, þú veist, þannig að er aldrei eitthvað svona... Jú, nei, nefnilega maður hefur val og ég vann náttúrulega lengi með þeim og vann hjá Söfu og ég og Maja kynnust auðvitað þar og ég Elspeth líka og Aldís sem með okkur í konum bestar og kynnust allar hana. Þær eru með þess að koma aftur tilbaka og þú veist, við erum bara, ég hef alltaf borið bara rosalega mikla virðingu fyrir þessu fyrirtæki og þetta er bara unnið mjög náið með Söfu og þeim, hún kennt mér allt sem ég kann, skilur, mjög mikið, bara háskóla gráða frá NTC. Akkurat, ég var lengi NTC, sko. Það, auðvitað, ég segi það, þú hefur ekki lifað og hefur ekki unnað, ég segi það. Þetta er bara skemmtilegast að vinna, eða, þú veist, þangað til ég fer í fullorðinsvinnu, sko. Já, og þau framlega bara duglega starfsmenn, maður er bara, ef þú hefur unnið á NTC þá ætla ég að ráða, þetta er smá þannig. Og þú veist, ég bara ótrúlega miklu virðingu fyrir þessu fyrirtæki, þannig að þú veist, þegar ég fór í mitt eigið og ég fór að skoða eitthvað merki, kannski var eitthvað vörusýningu og þau byrjaði að vera með NTC, þá var ég bara, já, takk. Ég myndi aldrei fyrir að reyna, ég ætla að panta líka, ég myndi aldrei gera. Og ef ég hef vilja að gera, þá myndi ég bara hringi Söfu eða Mæju og bara, hæ, herðu, þeir með þetta merki, má ég líka hafa það eða er það eitthvað, þú veist, þannig við höfum bara alltaf verið á þessu nótum. Bara mikið virðing á milli. Já, bara mjög mikið virðing. Það er ekki allir sem er þennan hugsunar, sko. Nei, ég hef alveg heyrt eitt geira sérstaklega í Íslandi sem er alls ekki þarna. Hvað geiri? Æ, ég ætla ekki að segja það. Nei, ég segi ykkur að þau eru bara slökva. Ok. En mér finnst þetta bara, þú veist, ég meina þau eru líka vinni mínir í S4S, þú veist, það er ekki þau öll og mér finnst þetta er bara lítill heimur. Við erum öll búin að vinna í þessu yfir 20 ára eða eitthvað og það er bara rosa auðvelt að gera þetta, þú veist, falla. Já, en þarna er mikið leita til þín, þú veist, með ráð og svona, þú veist, kannski hvort sem það er í fatahönnun eða verslunarrekstri og svona, finnur þú fyrir því? Nei, ekki droslega, ég var alveg til að gera meira því, sko. Já, þú eru örgulega frá ymsa að segja, sko, mörg ára ráð. Þú eru að fara í FK að vera svona mentor. Já, ég ætti að gera það. Núna er ég tímótum í lífinu. Ok. Ég bara bý ein með manninu mínum, við erum bara svo kærist bara aftur. Dóttir mín er flutt til Kaupmannahafnar, strákurinn minn er farin heiman, allt henni er við bara 2, mjög skrítið. Já, ég trúi því. Já. Fyrst var ég svona sorgaferðli smá, bara miður mín, bara hvað ég að gera. Já, hver er ég nú? Hver er ég núna? Og það ég meina, strákum minn 27 ára, ég bara, það man ekkert eftir lífinu nema þau og hafa, þú veist, hvað var í matinn og sækja, keira, bla bla, þið vitið, já, bara mömmu hlutverkið. Og ég bara, búin að vera núna, bara hvað ég gera? Ekki, ég hef ekki neitt að gera. Ég ætla að segja. Nei, en þú getur passað fyrir mig. Já, ég til ég, ángríns. En þú veist, það er samt að myndast pláss hjá mig fyrir eitthvað meira, eitthvað nýtt. Eða, þú veist, ég er með tíma. Einmitt. Ég bara... Vartu með eitthvað hugmyndir? Þú getur verið guðsumestari? Til dæmis. Nei, ég bara, þú veist, ég væri alveg til ég að fara eitthvað business, eitthvað, ég veit það ekki. Ég bara, nei, það er ekki komið, sko. Ég er bara opin fyrir það. Ég hef ekkert verið með opin fyrir þetta. Þannig að ég veit ekki alveg hvað. En þess vegna finnst ég sem í þessu podcasti. Já, spennandi. En ég er bara svona eitthvað, allt inn er bara með eitthvað auka tíma. Ég veit ekki hvað ég gerir það. Vá, það er geðveikt. Ertu ekki mikið að slaka á eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég nefndi ekki það. Nei, ég er ekki mikið í því. Nei. Mér finnst það, veist. Gaman að gera eitthvað. Já. En þarna, já, nú langar mér að fara í hraðaspurningarnar. Ég er svo spennt. Er það komin tími? Já, tími. Sko, þú ert búin að vera svo opin í podcastinu þínu og það er einhvern veginn svona engin filter, þannig ég leiði mér að fara svona, ég myndi ekkert að spyrja alla akkur þessar spurningum en ég ætla að byrja á að fyrsta flokkurinn er bara já eða nei já eða nei svör þægindi eiga stundum að víkja fyrir útliti já eða nei? Nei. Aldrei? Ný bara, ef ég er ekki flott og nenni ekki út skildur konseptið sem ég var að segja Nei, bara, ég myndi
þægindi víkja fyrir, ég vil frekar flott heldur en Ok, hlustum áfram, já eða nei. Dýrara þýðir oftast betra. Nei. Þú er einhvern tímann séð einhvern í Andreiflík og hugsað, þetta hefði nú stælað verið sig. Já, kannski. Þú ert komin á þann stað að þér er sama hvað öðrum finnst. Já. Viðskiptavinnin har allt rétt fyrir sér. Nei. Þú myndir byrja upp á nýtt og stofna fyrirtæki aftur ef þú væri 20 í dag. Já. Ok. Þá er næsti flokkur og þá átt að velja 1. Þú ert með 3 möguleika og þú mátt bara velja 1. Góð vara, sterkt vörumerki eða góð þjónusta? Góð vara. Útlit, þægindi eða praktík? Útlit. Sorry. Peningar, frelsi eða áhrif? Frelsi. Föt, skóra eða fylgilitir? Föt. Kvöld heima, dinner með stelpunum eða reisapartí? Dinner með stelpunum. Ok, og nú kemur skemmtilegasti parturinn. Nýr liður. Þetta skemmtilegasta hraðaspurningarnir sem ég heilt. Þú ert náttúrulega alltaf bara hérna, sko. Ég er svo spennt og ég fæ aldrei að vita. Já. Ok, nú kemur ríða giftast drepa. Vá. Okay. Ok, þetta verður að vera búið í okki. Þetta er svona okki liður. Já. Þetta er sem það. Ánum með þennan lið. Þetta er náttúrulega liðir sem er frátekinn fyrir Kristal Plus. Ég glemdum að taka það fram. Ég ætlum bara að fá mig bara í stressu. Ég er ekki með nöfn, sko. Ég er með týpur. Og við ætlum að byrja á, þú mátt bara velja þér einhvern sem passar í þennan flokk, sko. En ég ætla ekki að nefna neinn nöfn. Kann ekki við það. En þú ert með 3 menn. Einn er mjög fyndinn, einn er mjög myndalegur og einn er mjög ríkur. Ríða giftast, drepa. Einn er mjög fyndinn. Já, einn er mjög myndalegur og einn er mjög ríkur. Ég myndi ríða þessu myndala. Ok. Og giftast þessum fyndna og drepa hana ríka. Drepa ríka? Ég er sama. Það er ekkert við hann að gera. Hún er svo rík sjálf. Nei, þú veist, ég myndi aldrei velja eitthvað út frá því. En við vitum náttúrulega ekkert hvort að hann sé fyndin eða myndalegur. Já, þú sagði það. Nei, ég veit það, ég fór náttúrulega að hugsa. Nei, ok. Herðu, og næsta... Það verður hann gaman, mæstu. Já, nákvæmlega. Herðu, svo erum við með 3 þarna í viðbót og þetta er jakkafattagæi, þetta er iðnaðarmaður og hlaupatýpa, hlaupakur. Easy. Iðnaðarmaðurinn er nummer 1, tjók. Hvað sem drepa? Nei, giftast honum. Giftast honum? Já. Iðnaðarmanninum? Já. Ok. Hlaupakur. Drepa hlaupakurinn, ég myndi ekki nefnum honum. Og hvað var hitt? Iðnaðarmaðurinn. Nei, hún er búin að giftast honum. Nei, jakkafattagæin. Já, hann bara... Hann fekk one night stand. Nei, hvað átti ég að gera hann? Já, hann var bara eitthvað sem leys, já. Ok, flott. Það er lifehack að vera gift, eitthvað sem kann að gera eitthvað heimil, innan hann. Já, það er alveg lifehack, sko. Myndir þú drepa hlaupagæin líka? Já. Ok, það er ekki sens. Stótt að hlaupa aldrei heima og eitthvað sem bara nei. Það er með nuttsára og eitthvað. Þessir ríkugæjar og hlaupatýpurnar, þeir... Gera ekkert fyrir mig. Bara rest in peace. Rest in peace. Nei, ég ákvað að hafa þetta svona með aðeins öðru sniðinu. Þú ert búin að vera svo opinn. Þú fær stort hrós, Margrét, ég var mjög ánægð með þetta. Já, það er mjög flott. Ég ætti að gera meira. Þetta er skemmtilegt. Já, svo ég segi sjálf frá. Sjálf frá. Æðibiti vikunar. Spennt. Það er komið að mér. Ég er að vona að þú vitir ekkert hvað ég er að fara að sýna þér. En ég ætla að spyrja þig, hefur þú verið að fylgjast með húsasmiðinni á TikTok? Heldur betur. Ok, þá veistu hvað ég er að fara að sýna. Ég ætla eiginlega bara að segja að samfélagsmiðla teimi húsasmiðinar og þessir 2 snillingar sem eru í aðalhlutverki þar, þetta er æðbitar vikunar. Ok, ég til í það, sko, ég hef alveg, ég kannski horfa oftast þegar ég er svona að skrolla allt og seint á kvöldin og ég enda svona með tárin lekandi niður hliðarnar, skiluru, að því að ég grenja úr hlátri. Já, ég þarna tók akkurat þetta í gær, sko. Já. Og þú veist, ég veit ekki, mér líður alltaf, sko, veit ég hvort mér líður vel eða illa þegar ég stend sjálfur mig í þessum aðstæðum að setja bara einu upp í sófa og bara öskur grenja úr hlátri yfir einhverju. Þú veist. Við skulum bara segja vel að því að við séum eiginlega öll skýrum það. En sko, þú veist, ég get ekki ímynda mér að sé einhver bara í heiminum sem myndi horfa, þú veist, til dæmis bara á þetta þarna, hérna, ég verði eiginlega bara að sýna þetta. Þú veist, hvernig er annað hægt? Sérðu? Þú veist, ég veit, þú veist, má ég segja, það eru sko,
það 85.000 views á þetta vídeo. Skiljanlega. Og ég held að ég svona lágmark 4.000 sko, ég horfði á þetta í gær og mér fannst þetta alltaf fyndnara. Já, þetta fárlega, sko, bæði eru þeir náttúrulega hilarious, svo má ekki gleyma, sko, tökurnar eru svo vel heppnaðar. Þetta bara eins og sá sem að prodúsera þetta, sem ég veit ekki hvort hefur komið framöxtar fyrir fleiri í teiminu. Nei. En, það mætti eiginlega fara að sína svona behind the scenes, að því að vel gert. Já, og þetta sko þarna frændi minn sem ræðir. Vá. Hann Dóri, hann frændi minn, en þetta er ekkert út af því ég er að segja þetta, sko. Nei. En ég meina þetta fólk heldur, það halda sumir að þeir séu bara leikarar, þeir séu bara fengnir, þeir vinna bara þarna. Þetta er alveg starfsfólki húsasmiðinu, sko. Ok, sko, já, ég held það. Ég held þau væru leikarar. Já, alveg nei. Sko, ég held að því það einhver svona spuna leikhópur sem að hefur verið að taka að sér svona nokkur fyrirtæki sem ég allan þekki eftir. Ég held að þetta var bara partur af því. Ok, ég veit allan Dóri að vinna þarna. Ég ger bara ráð fyrir hinn líka, en ég veit það ekki. Mér finnst það ekki skipta öllu máli, en þetta er snild. En mér finnst líka snild, bara hjá fyrirtækjum, ef það er með starfsfólk sem að hefur áhuga á að vera hvort sem að sé skiluru að vera búið til kontentið, hvort sem að sé að sjást í andlitið ekki, að notfara sér starfsfólkið sem áhrifvalda en ekki alltaf vera að borga einhverjum utan að koma til áhrifvaldum til að verða áhrifvaldur. Já, algjörlega. Og ég held að það hafi verið Gap eða Abercrombie eða eitthvað sem ég var að lesa einhverju stúdíum daginn hjá, að þau eru byrjað að setja starfsfólkið sitt sem er afgræði í búðinni í þau fá sömu þóknanir og sölupagnað og annað eins og áhrifaldar sem er að setja affiliate hlekki og þannig að núna fær starfsfólki að gera slíkt þið sama. Ég meina, af hverju ekki? Já, þetta er mjög áhugavert sko, en á sama tíma þá verður þetta þá að vera skýrt að þeir sem að hafa áhuga sem mega gera þetta er ekki svona pressa bara hjá þeim sem er ráðin í sölustaf. Já, það er bóði ef þú hefur áhuga en enginn, mér finnst það einmitt. Já, og ég held að þetta sé breyta svolítið, ég held að muni breyta svolítið hratt á næsta árum yfir í þess átt. Já, af því svo er þetta líka ef það er engin svona ákveðin sem er með samfélagsmiðluna og það er ekkert svona þema og þetta er alltaf bara sá sem er á vakt hverju sinni, þá er ekkert svona consistency í postunum og svona, ég hef alveg tekið eftir því og ég bara þekki verslanir sem eru bara líti ekki á þetta sem alvöru starfstitil í rauninni. Nei, maður sérlega stundum í atvinnulýsingum, þú átt að vera bara að kunna 10 hluti fyrir, segjum bara 50% starfshlutfall, það er náttúrulega bara fyrirtæki sem gerir sér enga veginn fyrir tíma og vinnu og öll umfangi við að búa til efni. Já, bara sjá samfélagsmiðluna felst í að svara viðskiptavinnum þegar koma fyrir spurnir og annað. Akkurat. Ég held að sé alls ekki allir sem að gera sér grein fyrir hvað þetta er bara, hvað þetta er umfangsmikið. Það er svona, fyrst mér þetta ótrúlega sniðut að þetta er í boði fyrir það sem vilja en engin pressa. Og þetta var svona æðibiti og fróðleiksmáli í bóði góðu. Vá, nákvæmlega. Það var mjög langur og góður æðibiti hér beint í æði, sko. En bara fyrir þá sem að hafa ekki verið að fylgjast með þessum snildarsketsum hjá húsasmiðinni á TikTok, þá mæli ég með að... bara tune in, sko. Já, ég mæli svo ekki endilega með að gera það, þeir eru í röð og almanna færi eitthvað því þið munið grenjúhlátri. Já. Bara, jú, gera það bara, við erum öll gaman að því. Já, gaman, smitið hláturinn. Já, smitið hláturinn. Já, látum hann berast. Herri, áfram með þáttinn. Svo hóver. Nei, þú ert náttúrulega búin að vera svolítið bara open ská í þessu podcasti og tala alls konar bara hluti, bara breytingaskeiði og svona alls konar. Þú sagði við okkur áðan að þú væri svolítið svona feimin. Já. Það kom mér óvart, sko. Já, sko. Það er kannski, ég myndi þarf að tala allt við ykkur, sko. Já. Líka, þú veist, ég meina ef mikrofónum væri ekki. En ég er mjög opin, en ég er mjög svona lítið fyrir, ég var bara hræddu mikrofónu árin byrjaði með stílbrot, sko. Já. Og myndavelar sem taka vídeo en alltaf að taka, þú veist, outfitmyndir og eitthvað. En ég veit ekki, ef einhver bara með að koma við til sjónarfinu, bara nei, þegar vorum að gera konu bestar, ég vildi alltaf bara senda þær, ekki fara sjálf í útvarpi, mér finnst það óþægilegt, skilur. Já, þannig að fara upp á svið og eitthvað svona bara pass. Að vera svona miðpunktur athyglinnar, það er ekki fyrir þig. Já, og því ég var að gifta mig að vera að skýta í mig, sko. Mér kæði svo fyrir að labba alltaf ég gift mútið kúpu. Já, ok. Og ég held svo fast í pappa minn að, sko, hann var bara á. Og þú veist, samt var 25 í brúðkaupinu mínu, skilur þannig að ég bara eitthvað svona of mikið, það... Já, svona líða eins sem að sé eitthvað svona einhverjum palli og allir svona horfa. Ég höndla það ekki. Nei, ég veist að ég tengi svo mikið, en svo, þú veist,
ég svona típa, ég vildi ekki gifta mig einhverju stóru, ég vildi ekki vera svona miðpuntur athyglinnar. Þess vegna voru vinir mínir rosa hissa þegar ég fór síðan í fréttirnar og var bara, þú veist, í beinni útsendingu fyrir framan bara milljón manns, en ég var ekki aðalatrið, fréttin var ekki mig. Ég gæti það kannski, þú segir það svona, já, ég fatta, já. Það er svona, bara því ég tengdi við að þú ert að segja að taka átvittmyndir og svona, þú veist, það er bara svona fyrir búðinu, þetta er businessin, þetta er ekki mig sem mannesku. Já, mér finnst það líka bara svo gaman og mér fannst þess að tímbili þetta bara afsaka það, að því fólk var bara eitthvað, ég heyrði það bara eitthvað kringum með brúðkaupsfín, en setja út á svona þegar fólk er að posta svona átvittmynd en allar orðin vanið núna og ég var alltaf bara höfuð heist. Ég bara uppáldum mitt, ég elska að horfa á fólk sem gerir þetta, elska að setja saman átvitt og þetta skilja ekki allir, það rataði bara út, en ég man þetta var að byrja, það fannst mörgum þetta skrítið og ég var bara, mér fannst þetta var bara, þú veist, my cup of tea, skilju, bara. En ég skil samt alveg að maður myndi ekki halda að vera feimin, að því að þú ert með samfélagsmiðil og þið gerir mjög skemmtilegt content líka í versluninni. Já, en ég er rosa hrædd að tala þar, tala við kameruna, partur að vera í stílbrot er ég að æfa mig, sko. Einmitt, já. Mér líður núna eins og við sem ekki að taka upp fattaru, mér finnst bara að spjalla ykkur, mér finnst það ekkert mál, að ég fattaði mig. Ég er einmitt að læra að sleppa sko fullkomna orðu og svona einmitt bara, maður sér einmitt kamerun, hvernig rammið var eftir og ég er bara guð, svo er ég bara, ég get ekki pælt þessu, ég þarf bara að setja út, bara, ok. Já, ég heyrði að þið sögðu það líka okkur Mæju. Já, þú veist, ég hugsaði bara á takk, en mér líður ekki þannig, sko. Nei, ok. Nei, ég er smá eins og þú, sko. Já. Þetta er góð æfing fyrir. Já, en Mæju er alveg sama, sko. Já, ég þrái að vera þannig. Þess vegna postaði ég henni oftar. Já, ég spyr ekki Örnu eins og ég er bara eitthvað mjög hún fyndin að halda á mæknum minna heila þátt og ég bara gerir TikTok og svo sendi henni eftir og bara sé eitthvað. Já, en mér finnst það líka þægilegt. Þá er ég bara eitthvað, ég hef stundur sem er þetta læg, er ég að ganga í strikið hún bara, nei, þetta er ógeðslega fyndið hann sko alveg sama og ég dáist að laði og ég held að þetta sé bara mjög gæg að því að líka, ég held kannski að sé meira í konum líka kannski sem eru svolítið með rekstur og með þetta frumkvölaðili að við erum að skoða hvert einasta smáatriði En í hvað stjörnum erst þú? Bómaður. En þú? Krabbi. En þú? Meja? Já, ég hefði ekki skáð það og ég get ekki sagt að ég þekki rosalega mikið stjörnumerkin en og svo er ég rísandi sportdrykki og eitthvað en og svo þegar fólk spyrir mér svona og það bara alveg þetta, þá er ég alltaf bara, hvernig veistu það? Hvernig manstu það? Ég elska sportdrykka, þannig að það er bara ég er rísandi það. Þeir eru svona algjörða mömmur eitthvað gera eitthvað börnin, þá ertu bara já, Mama Bear, já En þarna, já, þú veist að segja að þú verður svona smá tímamótum bara í svona þínu persónulega lífi en eins og varðandi búðina á vörumörki og svona, ertu með einhverja svona framtíðar hugsun þar eða er eitthvað svona sem ég átti ótrúlega slæmt árið hana út á dollu, breytingaskeiðinu þú veist, ég bara það er það hittaði mig svolítið hart, sko ok, hvenær byrjaði að finna fyrir því? Ég byrjaði að finna fyrir því á 37 ég var búin á því 47 eða þú veist, búin, og það er aldrei búin en þú veist það er ekki frekar snemt nei, það ekki hættu þessu andrjóðs, og við byrjaði að finna fyrir þetta er svona 10-15 ára flæði sem þetta gengur yfir þannig að það meikar alveg sens og svo líka vitum við ekkert hvernig við byrjum á prímenopausa það er svona flögt en ég fann þá fyrst fyrir einhverju breytingu og læknir mig nei, þú ert alltaf ung, ég myndi alltaf þetta en ég fann samt þá fyrst eitthvað svona smá en svo er þetta ekki konstantli, þetta er bara hvernig kemur smá og bara svona allavega og svo svona 2024 ég bara vaknaði bara, ég veist ekki hver ég var ég bara nei, þú veist bara, og svo ekki með þessi típisku einkenni, ég var ekki í hitakófi eða eitthvað svona, ég var bara óslega leið, ég kann ekki vera leið og þegar mér finnst alltaf gaman, ég hlakka alltaf til að vakna og hleypleiku fram og ég missa neinu í lífinu skilur, þannig ég var bara, hvað er að gerast og ef það hefði verið eitthvað að í hjónaböndinu eða börnunum mínum þá ég held að vera út úr því, sko, ég hefði klinti á eitthvað en það var ekki neitt, þannig ég bara, hvað er að mér? Það var bara hormónurögl. Já, þá er ég bara með sýru bara 37, ef ég sé alveg sér, bara í estrogeni sem á að vera 500-1000. Vá, ok. Þannig að það bara droppa svona gett trætt hjá mér og ég var svona, ég var bara svona lengi að ná mér út úr því. Ég sko literally fór á, sem kvenskjúkdómalæknirinn minn er og bara halla mér yfir borði, bara trillandi tárum, bara getið fengið tíma,
bara eins fljótt og hægt Vissir þú að þetta væri þetta? Ég fatta það, eða þú veist, mig gruna, það eina sem ég gæti sett puttan á, skilur. Það var þetta ekki gott að fá útskýringu, bara, jú, það einhverja ástæða fyrir þessu. Jú, svo fekk ég bara þetta gel og ég byrjar betra eftir 2 dagar, þetta djóka. Þú veist, bara, mér finnst líka bara alltaf að segja, þú veist, það fá ekki allir hitakóf, það alltaf fyrsta spurningin. Ég geti fengið bara, mér datt ekki í hug að þetta væri það. Nei. Ég var bara svona lítil í mér, eða svona ólík mér, eða veist ég. Já. Þannig að já. Og þá, akkur var ég að segja þetta, já, þú veist, það var svona erfitt ár, þá, og það, þegar það ert í svona eins og ég, þá bitnar það öllu. Þú veist, þannig að tók mér smá tíma að vinna mig upp aftur bara í... Þú fórst í svona lægð bara og það hafði strax áhrif bara á... Já, það gera. Bara á sköpununa og... Þegar ég svolítið svona bara að draga vagnin, skilju, og þú veist, það var smá slæmt að, þú veist, já, ég sá það alveg, það kom svona högg, skilju. Það þarf að vera svolítið ónýtt. Já. En núna er ég í toppstandi, sko. Búin að gela þig vel upp og bara klára daginn. Já, sem betur fyrr, af því að þetta er ekki gaman, sko. Nei, ég var að fiska eftir hvort það væri eitthvað svona, þú veist, framundan, þú verður að spá í að opna fleiri búðir, eitthvað locationi eða eitthvað svona... Nei, út frá locationum, langaði mig að spyrja. Nú er náttúrulega búið að vera bara frábærlega vel heppnu hátíð sem hefur verið haldin í 10 ár. Ég tók eftir þegar ég ætlaði að koma að skila ból sem passaði ekki við átfett sem ég ætlaði að vera í. Ég gæti bara hvergi lagt. Nei. Hvernig hefur það, má ræði þetta? Já, þetta er bara hvernig hefur þetta haft áhrif á reksturinn? Já, mjög vant. Líka út af því að þetta er ekki hátíð sem er í eina helgi, svo þjóðhátíð eða eitthvað. Þetta er bara í 2 mánuði á 12. Þannig þetta er bara skellur fyrir okkur. Við? Það er það bara, eru bara engin stæði? Nei, sko, þau bara, hátíðin er á bílastæðinum í miðbænum. Þannig ég er eina fáum sem er ekki, kannski biggest fan. Já, nei, ég skil það alveg. Þú ert ekki að fara með fatavagn á staðnum. Nei. Þannig að komu þetta mjög margir í bæinn og þetta er frábært fyrir bæinn í heild, skilurðu. En ekki fyrir mig, skilurðu. Nei. Nei, þetta er einmitt. Hún hefur líka stækkað hratt, hún var ekki svona stór. Þetta er rosalega bara humongous núna í ár, sko. En þetta er alveg smá skellur. Við höfum bara, þú veist, við gerum í fyrra eitthvað, þú veist, bara að þú ert að panta ekki hlaupa út í bíl og koma á móti, þú veist, eitthvað, já. Þannig að þetta er, þú veist, ég veit ekki alveg hvað við gerum í þessu, hvort við þurfum að hugsa okkur til flutnings eða hvað, ég veit það ekki. Nei. Að öðru leyti eru mjög ánægðana, sko. Já. En þetta er skellur, sko. Maður tengir náttúrulega bara þig rosalega mikið við Hafnarfjörð, þú veist, þannig að það væri einhvern veginn, þetta væri eitthvað svolítið svona, það er líka svona smá hluta vörumerkinu, staðsetningin. Þannig að það væri svolítið... Halda allir ég sé hafnfirringur til þess. Já, þú er garbaðingur, Já. En þú ert nú að vera með búðina í Hafnarfirði síðan bara frá með start. Já, ég sé ekki fyrir mér náttúrulega. Já, nákvæmlega. Nei, svo það. Svo veit ég ekkert hvort það er betra að vera að Laugavegi eitthvað, mér finnst nú ofta erfitt að fara á staðið þar líka. Nei, plís ekki fara ángað. Ég prófaði það. Hvað er Kópavog? Já, Við tökum fagnandamótið þér. Ég er alveg búin að vera svona skoð í kringum með, þú veist, það sem er að byggja eitthvað nýtt og eitthvað svona. Ég veit ekki, ég ætla bara að sjá. Já, þú ert bara greinlega þannig og leifir þessu bara pínu að gerast kannski aðeins að plana eitthvað of mikið. En ég elska samt að vera hann í Hafnarfirði, mér finnst þetta æðislegur staður. Þetta er við höfnina, þarna beið ég eftir pabba mínu þegar ég var lítill stelpa, hann kom, þú veist, skipa hans var, þú veist, þá var það sem búðin var, þú veist, lögður að landi, skilur. Já, það. Æ, hvað það er sætt. Það er rosalega sætt, sko. Þannig að, en svo getur við alltaf farið miðbæ Selfoss. Og svo getur við alltaf farið miðbæ Selfoss. Hann er reyndar ógeðslega flottur. Hann er rosalega flottur og það er alltaf stemming þar. Já. Nú er bílastæðum líka. Nú er bílastæðum. Nei. Það er smá key eða allar með miðbæ að hafa nóg stæðum. Já. Það verðist gleymast sumstaðar. Og mér líður þess að ég sé búin að finna leynistæði. Það er alltaf lust. Stæðið mitt, ég ætla ekki að segja ykkur hvað það er, en það er rosalega fínt stæði. Ég þarf ekki leynistæði, ég hef aldrei farið þangað og verið í vandræðum með stæði, sko. Nei. En fara konungskaffi til Silju, geðveikt. Það er geðveikt. Þetta er bara, það er eitthvað svona andið þarna. Já, ég veit það. Það er ókslega vel gert. Þetta er smá svona Copenhagen vibe, svona nýhán eitthvað, já. Það er nákvæmlega vibe. Og ég væri alveg til í að, borgarstjórnin í Reykjavík myndi svona take notes og það yrði bara sett kannski eitthvað smá svona rammi á hvernig, þú veist, byggingastíl við viljum hafa í borginni. Já. Af því þetta er orðið svolítið ósmart. Já. Þetta er mikið stílbrot. Hvernig fóru við í þetta umræðu? Nei, bara vákvæði geti ekki verið meira hjartalega sammála. Já, ég líka. Ég veit stundum ekki hver hjá bænum ræður hvað fær já og hvað fær nei. Út af því að þú veist,
bara bring back arkitekta, bara í alvörinni, skilur mér sem bara ræðilegt. Og ég veit ekki hvort það sé, og svo áttum við að því ég náttúrulega er ekki þessum geira. Þú veist, er það verktakarnir sem er að stýra ferðinni? Mér sýnist það. Já. Að því mér vanta mjög mikið hönnun í, ekki allt. Nei, ekki allt, en rosalega mikið. Nú var ég bara að fylgja dóttur minni til Kaupmannahafnar og hún var að flytja í glænýja blokk sem er bara, svo flott. Það er gaman þegar það er gert fallegt nýtt. Já, hún er æðislega stóran hringgluggan í svefnherbergi hjá sér og eitthvað bara, þú veist bara, hún er bara svo flott, þetta er bara blokk, en hún er svo flott. Þú veist, ég bara, ég var til að heima hérna, uppi, rooftop, þú veist, það sem að þú getur farið með mat og borða, þú veist, bara, þeir gert svo vel. Já. En þeir eru líka með yfirlýst markmið að vera ein flottast arkitektaborg í heimi. Af hverju erum við ekki með svona markmið? Akkurat. Hvaða markmið eru við með? Já, hvað gildi Reykjavíkurborginni? Við erum að vera með sem flesta kassa. Já, neðast, ef maður er samar að keira, ég er bara grætnánast í hver skipt sem ég keiri núna frá mjög að Fannborg og Hamraborginni í Kópavogi. Það er bara að vera mók út öllum gömlu, krútlu, megasætu húsunum. Já. Og það er örugglega að fara að koma einhver, þú veist. En Selfoss gerði það vel og mest Hafnarfjörður reyndar með nýja Strandgötuhúsinu og nýju húsunum svona smá í hafnfirskum stíl með svona svolítið gera það vel. Já. Þannig að alveg eitthvað svona. Já, ég ber alveg svolítið oft svona Hafnarfjörð og Selfoss saman, miðbæina. Mér finnst þeir eru greinilega með eitthvað svona eitthvað sameiginleg gildi þarna. Það þarf að vera. Okkur þarf að langa að vera þarna. Já, og mér finnst kannski við fólki þarna við erum einhvern veginn, hann ennir enginn að vera tuðarar, en þetta er alveg eitthvað aðrið sem við ættum að vera meira að tuða yfir. Já, og svo veist mér líka bara eins og í Hafnarfirði, þú veist, svo Jólaþorpið, ógeðslega vel gert, þú veist, Herklisgerði, ótrúlega fallega skreytt, ótrúlega fallega skreyttu miðbær, þú veist, þetta skiptir allt máli. En mér finnst það sko mikilvægt líka að taka þetta út frá þessi sjónarhorni, við erum ekki að tala bara um útlit og eins og áðan þegar við vorum í hraðaspurningunum svona, þú valdir alltaf útlit og svona, þetta er ekki, þú veist, sjálf og hugsun, þetta er einhvern veginn ekki bara að þetta sé fallegt. Ef þetta hluta á upplifun, þá skiptir útlit rosalega máli. Ég fattaði sko í COVID með það að þú veist, allir voru bara joggingalum að eilifu og amen, ég var að deyja inn í mér. Að taka mikið til og greiða mér ekki og setja bara eitthvað smá kynnalita eitthvað, ég fungeraði ekki. Nei. Og ég fattaði það bara þá og ég er að klæða mig fyrir mig. Ég er ekki að klæða mig til að sína einhverjum öðrum ykkur ég er endilega, ég bara nema þeir ekki átveitmyndir en ég bara er að klæða mig fyrir mig og ég tek mig til fyrir mig og ég bara vinn betur, vinn hraðar, ég á betri fundi ég er bara öruggari í því sem ég set betur í mér, bara ég fíla mig betur. Já, kannski hækkar orkuna þína. Já, bara getur gera þetta af hverju, hvað það gerir en bara ef þú ert heima hjá þér í náttbuksunum bara með hárútum allt, þú veist, það er eitthvað við það, þó maður sé ekki fara neitt eða gera neitt, að bara græja sig og fara í eitthvað svona þetta er ekki, þú veist það er ekki mikið bara eitthvað aðeins, bara miklu skemmtilega eru flottum einhverjum heimafötum heldur ljótum eins bara, mér finnst líka það sem þú hefur gert svona mikið af bara þægilegum flottum fötum eins og var það ekki bara í COVID sem komst með joggingalana? Jú. Já, þú veist það er náttúrulega bara geggjur tíska. Ég var bara veist ekki hvað að gera, allir kjóla sem ég ætla að gera, ég bara fokk, þú veist það er ekki að fara að nota kjól, skilur. Nei, það er best að þetta fer saman sko, þægindi og hérna. Já, ég er nefnilega vel mjög mikið þægindi. Ef að ég er í, hú veist, að því ég mitt á NTC árunum, þá var maður að tróða sér þarna lág á gólfinu, að reyna að smetla díselbuksunum og svo var maður allan daginn að drepast í mjaðmabeinunum. Já, bara fleiri prívatstöðum. Já. Það er svona, ég held að bara eftir þá daga, þá er ég bara, ef þetta er ekki þægilegt, þá er ég ekki í þessu. Það verður að vera þægilegt. Já, en svo finnst mér líka bara eins og ég er að gera núna, því ég hef alltaf gert bara fyrir mig, svona kimono, en hún er að gera just svona efni, svona mjúku, að því ég elska bara að taka morguninn, fara fram í skósíðan kimono og fá kaffi mitt bara betra. Já. Heldur en yfir ykkur ljótu, í alvegni, það er bara allt betra. Já. Það er alveg svona key, eiga smart heimagarla. Já, bara fallegan bolla. Það verður allt. Maturinn er betra og fallegan disk, raðar hann fallegan, ég veit ekki út af hverju, en ég bara upplifa allt með augunum, skilur. Og það er eins með þetta, það er svona valdi í útlitið, sko. Já. Þú veist, ég myndi frekar eiga óþægilegan sófa heldur en ljótan sófa, sorry ég veit að þetta er kannski sjálf en þetta bara, það gerir meira fyrir mig já, ég bara setja eitthvað starf annars starf þá skilur en mér langt að spyrja, hvað er versta þjónusta sem þú hefur fengið? Versta? Já, eitthvað sem stendur upp úr Vistu, mér langar eiginlega ekki að segja ég ætla að segja ekki bara á heilbrigðiskerfinu já, ok nei, skilur, ég veit það ekki já, það er náttúrulega bara þjónustu, það er bara varanir
fyrst og fremst þjónusta. Bara á slisu eða eitthvað, þú stóðu sér æðislega hjúkurar líka eins og Ellen Björns og eitthvað. Hún er frænka mín. Hún er best í heimi, sko. Hún er best í heimi. Og þannig að mér er smá erfitt að segja þetta út af henni bara, en ég hef fengið þar, já. Já, einmitt. Þannig að, og bara, þú veist, já, og bara, já. En besta? Ég veit það ekki. Nei, ég get ekki svo, veist þú eitthvað? Já, sko, að því ég fór í heimsreisu í janúar og í Nýja-Sjálandi þá fer ég einmitt inn í eitthvað, mér finnst þá einmitt skemmtilega að fara, þá er ég ekki að fara í eitthvað H&M og eitthvað, þú veist, þá fer ég einmitt reyna að fara í svona lokalbúðir og þá fór ég einmitt svona litla lokalbúð og ég hef bara aldrei fengið jafn góða þjónustu. Ég held hún hafi tekið eftir svona fullt af litlu smáatriðum bara þegar ég var að skoða eitthvað með líðunig. Þetta fatabúð? Já. Og ég var með svona dökk fjólu, einhvern veginn litað naglalakk á tónnum. Og stíla sér það. Já, hún greinlega bara spottaði það og ég var að máta eitthvað svona silkibuxur. Svo kemur hún með mitt svona ból, eiginlega eins og naglalakki mitt við buxuna bara svona, ég sá henni með grunna, datt við að þú gæti fíla þannig með. Svo kom með aðrar buxur líka, aðrar silkibuxur, öðru sér snið og hún bara, ég held að þetta snið myndi fara þegar, hún var alltaf svona, ég keypti allt. Bara svona Erla. Já, hún var þessi Erla og ég er alveg með sömu upplifun af Erlu, sko. Hún er náttúrulega bara eitthvað svona listamaður í þjónustu. Já. En þetta var bara, ég endaði mitt, ég ætlaði að kaupa kannski ætlaði ég að kaupa eina buxur, ég endaði með að kaupa, þrennt pluss eitthvað accessories og dót. Og þetta var svo vel gert, sko. Ég held ég að kannski fengi einu svona upplifun í bara Louis Vuitton, sem þú getur alveg fengið bæði. Að þú getur líka alveg fara að eina þurft að bíða í 2 tíma. Akkurat. En það nýja leiðin er að þú, hvað ert með þinn sales representative, skilurðu, og þá sendur bara, ég koma á miðvikudaginn klukkan. Það ég prófaði það. Nei, ég hef ekki prófað. Nei, ég hef aldrei nefntið út og ég er bara svona að ég er labbaðan fram með til droppin. En þú veist, þá getur bara þurft að bíða að það fyrir umlega þjónustu basically. En eininu var ég að fara að ná í eitthvað, þannig ég pantaði svona. Og þá fekk ég bara royal treatment og bara kampæn eða þú vildir eða sótvatn og kaffi og bara eitthvað herbyggi sem var bara lokað og ég var bara, shit. Ég er ekki að fara að kaupa svona mikið hérna. En fær maður þá svona pressu? Ég hugsaði það, bara nú verði ég að kaupa eitthvað. Nei, en byttum við gaurinn er bara að senda mér hérna skilabóð bara mjög regla, hvernig kemur næsti kaupin? Já. Þeir alltaf mann á WhatsApp, skilur við? Er ekki botti? Er það bara hann? Nei, já, ég hitt hann, sko, já. En þetta er bara svona nýja upplifunar þjónusta, skilur við. Bara eins og við sem bara vinir, já, hann skilur við. Eru þið að taka mitt, eins og bara ef við förum bara inn í bara svona client care, þú veist, hvernig eru þið að viðhalda sambandi við núverandi viðskiptinni? Er eitthvað svona strategía hjá þér, þú veist? Nei, við getum örgulega gert það betur, sko. Já. Við sjáum auðvitað svona hverju versla oftast og svona á netinu, en í búðinni gæti ég skráð niður. Og ég veit að marga búið gera, stundum finnst mér að pirrandi þá ertu að bíða bara hvað kennitalægin og svo vilja ekki allir vera og vilja ekki allir fá SMS eða tölvupost sem ég vilja bara alls ekki, fattaru? Já. Þannig að ég svona, já, en ef maður myndi taka það hjá öllum þá gæti maður alveg haft bara, hæ við ammaliði það er afsláttur, viltu þetta, eða við getum sendt kannski þér eitthvað þegar þú átt ammali, eins og ég sé að þú veist eins og Lindex gerir, skilur. Já. Það er náttúrulega fín lína, gera þetta vel og gera þetta sko pirrandi. Já. Þú veist, ég sendi á eina íslenska verslun daginn, bara þá var ég búin að fá, ég skráði mig hvergi á SMS-lista hjá þeim, samþykti hvergi að fá SMS og allt í nú var ég að byrja að fá oft SMS. Og þetta triggara mig svo fárulega mikið. Já, fíla ekki. Nei, bara að því þarna var ég bara svona, þykja hefði getað vandað eitthvað svo miklu betur. Þannig ég var leiðilega gælan og sendið þeim bara á Messenger og ég var sko búin að afskrá mig einu sinni á síðunni hjá þeim. Sendið þau svo aftur á Messenger, bara sælar, bara ég vil innilega alls ekki fá SMS frá okkur, þeir að gera samt frábæra hluti, mjög flott að vera, lala. En mér fannst því samt vera óþolandi að segja þetta. Já, ég tala ekki þegar miðnættusprengja eða eitthvað. Eða þarna... Ég veit það, eins og við sendum svona fréttabréfstundum, ég gera sko, líður ég gera alltaf sjaldan, en ég vil heldur ekki, það missi líka marksegð, bara alltaf bara hæ, ég var að fá nýjan ból, nei, skilur, þetta er svolítið svona... En líka ef þetta er alltaf sko þú að pússa upplýsingum, þá verður alveg þreytt, en ef að þú væri líka inn á milli að koma með svona virði, þú veist, bara 5 atriði sem verða
vera trend í haust og ekkert að tala sölu og okkur þínum verum þá finnst mér þetta vera, þá þetta skemmtilegt þá maður bara svona, ok, ég get ekki beðið eftir að fá e-mail floating í ykkur svona posti já, finnst þið hvað það ekki? Ég enda mjög duglega, ég alveg mjög hörð ég rosalega fljót líka ég alveg bara, ég ekki með mörga svona posta og það eru stranga kröfur hjá mér með þetta já. Nei, það er líka bara hægt að nota samfélagsmiðla held ég meira fyrir þetta, ég veit ekki, þetta er alveg fín lína, hvernig maður nota svona póstlista og viðskiptavina kerfi þannig að þú sjáir búðina, en ég vil heldur ekki vera þannig að ég sé fann að pirra þig, þannig að þú viljir ekki koma í búðina, þetta er svolítið svona já, þetta er fín lína, sko það er hægt að mista alveg en svo þetta líka kannski bara orðið ég veit ekki, það er hjá þér að þú ert með svo örgulega marga fasta kuna sem koma aftur og aftur ég veit til dæmis, ég á eina vinkonu sem að maðurinn hennar veit bara fyrir jólin hann fer í andru eða fyrir búðina og ef hann heitir Erlu þá man hún hvað hann vill nei, hvað hún vill ég veit ekki eins og hvað börnum mín vilja, ég stundum bara hvernig veistu, konu þinni langar ótrúlega þannig hún sagði þetta, hún man þetta er ótrúlega þetta er náttúrulega bara einhver verðmæti sem að er ekki hægt að setja verða á. Svo er ég með eina sem sér líka Instagrami og það á móti mér, þannig að það er líka óslega mikið léttir. Við erum bara með sameiginlegt albúm, þú veist, á bara, þú veist, ég er svona sameiginlegt albúm, já. Þannig að ég er óslega döl að taka myndir efni og hún köttar oft niður og postar það áfram, skilur. Þannig ég er ekki viss að neitt myndi fatta hvernig ég er og hvernig hún er. Nei. Hún gerir miklu meira en ég, sko. Og það er mjög næst. En þú ert greinilega þá, þú veist, heppin með bara liðið í kringu þig, bara teimið í kringu þig, sko. Það vanda valið, sko. Já, mitt, það er alveg... Það getur alveg trikki að fá gott fólk, sko. Já, getur líka bara verið trikki að fá vinnu í góðu starfsumhverfi þar sem fólk hefur, þú veist, passion fyrir því að gera það vel, þannig að þetta er, svona eins og ég sagði hann helst í hendur. En hefur verið í vandræðum með að fá starfsfólk og þarna, bara manna búðina yfir höfuð. Mér finnst það of bara erfaðasti parturinn af eins og þegar við stækkum og opnum skóbúðina það er komin svona marga það sem er bara eiginlega meira bras skilur við Það tala margir þetta, bæði bara launakostnaðurinn er svo svaklega hár og líka bara vesenið að fá gott fólk sérstaklega kannski finnst mér ég að heyrt þetta frá verslunareyndum í verslunarmiðstöðunum þá er svo langur opnunatími þetta eru allar helgar og allir svona dagar þetta eru örugglega mjög svona en svo er bara ótrúlega gaman að vinna í búð ég held að fólk fatta það ekki það þarf að vera lákvæm típa held ég til að já, þetta er bara að þú hittir óslega marga þú veist, þetta er svona þetta er skemmtilegt, sko mér líður svona sem mér halda að sé það ekki þú veist, þetta er rosalega gaman já, mjög gaman ég, sko, þegar ég hætti sett á lögmannsstofunni eftir að ég klára lögfræði og fattaði ég að þetta var mjög leiðilegt starf og ég var ekki að fá neina sköpunargleði og ég segi upp og ég bara hafði samband við Helgu sem var þá mannustjóri en þá hjá NTC og ég bara mér var skemmtilegast að vinna ykkur átt eitthvað laust bara ég vildi fara frekar aftur að vinna í NTC heldur en að vera á fínu skrifstofuna sem egoðum mitt var að blómstra það var bara eitthvað inn í mér skilur bara þetta varð að vera gaman ég tengi já ég hugsa ef ég myndi ekki vera með búin lengur þá myndi ég pottið fá að vera eitthvað starf á jólin og einhverja helgar og ég bara myndi ekki, ég veit ekki hvernig lífið væri þú hittir alla þarna þetta er mjög skemmtilegt þessu jólin allir mennin eru að koma og kaupanda konan sínum, þetta er svona smá að vera eitthvað svona romantískri bíómynd ég veit ekki, hann að velja eitthvað handa koninu sinni eitthvað óksla sætt og maður eitthvað, þetta er bara svo gaman og svona fyrir mömmu sína og eitthvað það er svo sætt þú veist Já, voðalega er þið romantískar. Ég sé bara fyrir mér að vera föstin í búð, bara geðveitt veður og ekkert að gera og ég er bara, hvernig er þetta búið? Ég sé þetta pínu, ekki já, sem svona... Það er náttúrulega 10 ára ári. Já, reyndar, kannski ekki að hafa mikla ágjörð því hérna í Íslandi. En já, ég sé fyrir mér að vera svona föstin í einhverju búð bara allan daginn og ekki með þetta frelsi, En sko, við gerum líka eitt annan í búð. Talandi svona gildi. Við erum með svona í búðinni, milli okkar sem starfsfólki, ef við geta að gera það. Þú veist, þannig að það þýðir að ef þú ert til dæmis bara bóðin til Spánar helginu og held ókslega mikið fara, þá er ég bara að fara að vinna fyrir þig bara, ég er aldrei að fara að segja nei við þig, skilur. Já. Fattur þau? Þannig að við erum alltaf, þú veist, það verður oft komið eitthvað upp og þessari búið þanga, þessi langur er frí þarna, henni búið á geysi, whatever, skilur. Þá er bara, ef við geta að gera, við erum bara alltaf, ég myndi þurfa að vera
skýra barnið mitt til að segja nei við, æskilju og öfugt. Það eru allir á sama báti og þú veist, ef eitthvað kemur upp og eitthvað er veikur, það er aldrei vesen, við erum alltaf að fara að vinna fyrir ykkur aðra og við bara ákveðum það. Þannig að, og það er enginn að vinna alla daga. Það er líka held í hacks og það er mjög erfitt að vinna alla daga 2006. Þannig að þú veist, það er allir svona, margir í skóla með eitthvað skilur, þú veist, þannig að Erla vinnur klárlega mest á gólfinu, en við erum alltaf að skipta okkur eitthvað upp og við bara erum eitthvað, þú veist, bara maðurinn Erla myndi bjóðun út, hún myndi, þú veist, bara alveg saman komar fyrir lengi, við myndum alltaf bara covera, skilur. Þannig að það er enginn svona fastur, af því það er ekki góð tilfinning, ég fatti hvað það meina. Þú veist, það er bara óvænt bóðið ammali, það eru bara reddaði, skilur. Það er mjög mikið að gerast það. Það er geggjuð setning, hérna, ef ég geta þá gerir ég það. Ég ætla að taka þetta upp. Og ekki drama. Veistu hvað ég held að vera að fara að segja? Ég held að vera að fara að segja að það væri svona, ef ég geta þá gerir ég það, það er svona, ef það er lítið að gera þá fer ég bara og fylla lagurinn. Já, þá fer ég bara að taka til. Það væri svona, ég held að vera að fara mér finnst þetta nefnilega bara áta því að þú veist að þetta er þannig starf og að því þú veist þú getur ekkert skotist og sett með í gluggan skilu og þess vegna erum við með þetta líka bara veist að því að það er bara hjá öllum og það er svo gott að þið verum allar hann eða getum allar nýta hjá hver hann bara til að skipta dag við mig eða það er aldrei neitt mál. Nei, ég held að þetta sé þetta er góðu kúltúr til að svona hafa. Já, ef allir eru með þessu. Það er ekki jafngeggi að vera einir þessi típa en ef allir eru þá er þetta. En er ekki samt svolítið þannig, þú ert bara búin að byggja þannig kúltúr, svo kemur nýr starfsmaður og hann dettur svolítið inn í þannig kúltúr. Og við erum heldur ekki margar og svo er bara, þú veist, svo við bara, þetta hefur verið eiginlega aldrei verið neitt mál. Þú veist, ég held að einu sinni sem að búðin opnaði ekki, einu sinni á 17 árum, þá var bara, ég var komin eitthvað upp í Húsafell og stelpan sem átti að opna var stödd í Færeyjum og var ekki flogið. Erla var ekki útlöndum og það var bara allir, það var enginn í höfuborginni bara, ég var bara, shit. Þá fengum við eitthvað til að setja mig í gluggan bara því miður, bara vegna óveðranlána ástæðan er lokað í dag. Það er ég man mjög vel eftir þessu. Mjög réttlátalegt einu sinni á og svo einu sinni lokaðu við fyrr eitthvað þú veist, við höfum náttúrulega lokað kvennafrídaginn eitthvað svona, skilurðu, en annars erum við bara já, það er heilagt, sko já, ég bara respekt fyrir það, sko já, það er bara, þá vinnum við ekki við vinnum á jólunum, páskunum og öllu en ekki á frídagverslunum Danmörk veit bara ekki að því, hún er búin að flytja tískuvíkuna á mánudaginn á frídaginn, ég er bara svona fenguðu ekki mömmuðið, Ísland kemst ekki. Það er heila dagur. Það er kannski gaman, við erum náttúrulega komin yfir tíman og þarna komið gegn þátt, en gaman enda eins á þeim nótum, hvað bar hæst á tískuvíkunni og hvað er framöndan í tískunni og svona? Ég er bara mjög spennt fyrir tískunni núna, hún bara svona langt síðan að ég veri bara svona, hei, það er bara komið litir aftur og ég er komið næst sumar, sko. Já, ok, þú ert að kaupa sumari núna? Já. Löngu búin að kaupa fyrir jólinn og höstur? Já, ok. Og reyndar kemur sumt núna, það er komið ógeðslega mikið svona tracksuits. Yes! Ok, geðvitt. Ertu að tala um það svona vindbreykara? Eða svona, minnst það svo mikið, minnst það geðvitt, sko? Við erum nýbúin að gera með þetta þannig sem kemur bara til okkar og svo fyrir út og sáli nokkra, þannig að það er næs, sko. Já, ég keypti mér 2 núna úti, svona vindjakka. Já, þetta er vindjakka. Það er mjög retro. Já, akkurat smá svona Henson. Já, ég sé Adidas er alveg komið bara stertinn aftur, sko. Og svo eitt svolítið svona nýtt, það er sko svona stuttar, það heitir eitthvað sem ég veit ekki hvað þetta er. Svona víðarbuxur. Svona cargo pants. Svona cargo, ekki, já, aðeins síðar en George. Er það ekki cargo? Sannlega. Nei, ég veit ekki. En svona víðari, ekki Capri, sko. Nei, ekki Capri, þetta er svona víðari. Jú, eiginlega meira. Mér finnst þessar buxur geggjaðar. Já, takk. En þú veist svona, já, ég skal sýna ykkur mynda þetta, en bara, já. Ég heyrði það í podcastinu með Erla Maja kom með orð, sem þetta heitir, sem ég man ekki. Nei, ég man ekki heldur. Nei, en mér finnst það er ógeðslega flott. Bæði við hæla og... Það sé þá næsta sumar. Já, en reyndar koma smá núna í september líka til okkar. Já, hvað ættum maður að leita eftir ef maður er að leiðin í, Lindex eða í þessar nefnstu búðir? Hvað maður að horfa eftir? Sko, þessar svona víðubuxur og svona stuttar. Flip-flops eða gott veður. Á Íslandi... Ég var í mínum áðan. Þú veist, ég tók bara 70 skref á dag í flip-flops í kaupa. Ég elska flip-flops, mér finnst það bara þægilegast að heimi. Sammála. Okay. En maður þarf að æfa sig, þá smá sigga milli tanna og svo bara held líka náttúrulega bara svo ógeðslega gott að eiga svona basic, bara góðan hlýra ból undir alls konar jakka, en sko, mér finnst líka smá gaman að sjá að þeir búið svo lengi svona oversized blazerar
en með nýju buxunum þá eru þeir líka dálítið að styttast, koma meira svona styttir jakkar og svona líka. Mjög skemmtilegt, kannski flott saman. En í svona eins og skónum, fyrir utan flip-flops, erum við að tala um sneakers áfram eða... Já, og ógeðslega mikið boots. Rúskin stífil lág sem krumpast. Já, oh my god, þessu var bara... Já, og setja buxuna smá onni, fíla. Ok. Eða verið stuttum buxum, svona eins og ég voru að reyna að skýra út sem ekki skilur. Mér finnst það alltaf svona partur af því að þessi komið haust, ég fæ mér alltaf nýja skó, ég ætla að fara í kaupfélagið eða skór.is núna, bara á morgun. Þeir eru einhvern pottet með gott úrval. Og svona laustífil, ekki endilega þröngfatti. Svona sem krumpast smá niður. Smá 80s vibe eitthvað. Ok, já, gaman. Yes. Örgulega svona hópundur ásins að þér að fara á tískuvíkuna, get ég myndað mér. Já, það er alltaf rosa gaman. Við erum alltaf búin að fara, hópundur ásins, þetta er nokkur sem árið, ekki? Þetta er 2 ári. Já, 2 ári, já. Og ég er búin að fara á hana síðan ég var 20 og ég er 50, þannig 30 ára hana. Já, og þetta er gaman. Já, þetta er ógeðslega gaman. Þetta er bara svona passion hjá þér, þetta er ekkert eitthvað svona sem að þú fær leið á. Mér finnst alveg svo Sara talaði með sínu þætti. Bara, þetta er bara, þegar maður er með þetta einhvern veginn svona eins og því í blóðinu bara. Það er ekki þreytt. Þú veist, tökum við meiri innspó svona til Danmörkur eða annara svona Norðurlanda eða Bretland eða, þú veist, París. Sko, mér er Bretland svolítið íktara, bara allt og mikið að gerðvögnu horfum og eitthvað og þannig, en sko Skandinavíu er bara okkar, þær eru bara í fyrsta lagi svipum stærðum að við, stærðatablan passar okkur, skilju, ef ég verið að kaupa í París, það er miklu minni stærðir, skilju, þær eru bara öðru slænu, allt góðu, en bara hitt passar okkur aðeins betur, þannig að ég allavega tengi mér á Skandinavíu, sko. Og Ástralíu svo, ég myndi vel fara þangað á tísköku. Mér stefir mig alveg með þetta, bara í hönnun og öllu. Það er allt smart í Ástralíu. Húsa og bara hús. Ég náttúrulega er blokkfan og já, þannig að þegar ég var í Ástralíu í janúar, ég var bara að taka mynd af hurðahúnum og gluggakörmum og... Mér finnst þeir einhvern veginn alveg mynd og þeir eru líka svona svipar við, en þeir eru alltaf svona smá breski líka samt ekki, ná ekki þessu breska. Og svo fáðu náttúrulega miklu betra fyrir, þannig að þau eru öll í geggjuð fórum alltaf út að hlaupa og í paddel og eitthvað úti. Þannig að mér finnst bara allir fallir, allir í flottum fötum, allir í fallegu húsi. Vá, ég þarf að fara mjög mikið að fara þangað. Bara mæli með, ég hlakka til að fara aftur. Shipping á milli, en... Já, vissulega. Þetta voru svo fyndin þáttur, við förum alltaf í svona algjörlega random umræðum inn á milli. Nei, mér finnst það mjög gaman. Nei, mér finnst það ógeðslega gaman. Ég er búin að hugsa nokkur svona mér bara, hvernig komast þið þangað? En það er mjög gaman að þessu. Ég man líka, þegar ég fór að tala um breytingina, þá var ég að fara að koma að einhver punkti sem ég glemdi svo að segja, sko. En það skiptir ekki máli. Nei, mér finnst þetta bara búið að vera mjög skemmtilegt spjall og við erum löngu komin þarna með alla punktana sem við ætlum að fara yfir. Er eitthvað sérstætt sem að þú vilt enda á eða ég var að segja þetta gott? Nei, ég er bara mjög ánægð, mjög gaman, virkilega gaman það við og bara búið ótrúlega gaman að kynast þig betur. Já, bara sömulegis, ótrúlega gaman að koma því að ég er náttúrulega búin að hlusta alla þættina ég var alveg bara, ég held að bara búin að hlusta á undan þér, sko, mástu ég var senda á þig þú bara, what is snögg, ég bara, já, er þetta ekki 50? Bara geggjað og takk fyrir að bjóða mér, mjög gaman að koma og við bara sjáumst í næsta stríði. Sjáumst, segja það. Sjáumst. Sjáumst. Ok, bye. Bye.